Komið sæl og blessuð. Lagaleg álitaefni, heimsmálin, flugháfaði, listrænir feðgar. Þetta eru, fjárlög. Þetta á meðal þess sem á matseðlunum við rauðaborðið í kvöld. Við endum þáttinn á umræðum stóraukið einkaflug við Reykjavíkurflugvöll, ekki síst þyrluflug. Kemur hingaðan Ólafur Hjálmarsson, hljóðverkfræðingur, segir mörg álitaefni í þessum geira og rannsóknir sýna að viðhorf íbúa til flugs, hvers konar flugum ræðir, getur skipt mjög miklu máli upp á hvort við pirrumst og hve mikið. Þannig sem dæmi ekki ólíklegt að þeir sem búa skammt frá flugvöllunum upplifi meiri pirring út af útsýnisflugi ferðamanna heldur en þegar þeir vakna kannski við þyrlu landhelgisgæslunnar sem að fara í neyðarflug, björgunarflug til þess að bjarga mannslífi. Við heyrum í Ólafi þessi mál. Og það ekki hverjum degi sem fjölskyldumeðlimir leika listir sínar saman í sama listhúsinu, en þannig háttar til á morgun á Akureyri, þar sem feðgarnir Hlynur Hallsson og Númi Hlynsson setja upp 2 sýningar í sama listhúsi og opna á sama tíma fyrir norðan. Við ræðum við þá. Nú Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, hann ræðir í kvöld eins og stundum áður heimsmálin við Gunnar Smára, afstöðu ríkisstjórnarinnar til þeirra. Það hagur Íslands að setja refsitolla á Kína og Indland og hvaða áhrif munu ólíkar áherslur Bandaríkjanna og Evrópuríkjanna innan NATO hafa? Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur BSRB og Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur Visku, komi hér ennfremur og ræða við Gunnar Smára fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar. Það sem gott í því, það sem vont í því og það sem vantar í frumvarpið. En við ætlum að hefja leik á lið sem að þið fastir áhorfendur og hlustendur hér á samstöðinni kannist mögulega við köllum þann lið réttur að settur. Gísli Tryggvason lögmaður, hann ræðir helstu fréttir í samhengi við lagaleg álitaefni og í dag verður meðal annars drepið á Eurovision, réttir rjúpnaveiðimanna til veiða, ólíkra stjórnarskráa nágranna landa og fleira. En áður en við heyrum í Gísla og hefjum dagskrána, þá erum við vön að minna á það að þið ykkar sem hafið ekki gert alvöru úr því að gerast áskrifendur að samstöðinni með styrktarframlagi, hafið ýmsar leiðir til þess og svo einfaldast nú kannski að fara bara inn á samstöðin.is, finna þar hnapp með því að skrolla niður á síðunni þar sem ástendur áskrift og styðja okkur við. Það mikið hlustað á okkur, mikið horta á okkur. Og ef þú ert aflögu fær þá væri gott ef þú getur sagt sjálfu þér að þú eigir þátt í því að halda okkur áfram í loftinu. Og við hín ykkar sem að eru þegar orðnir áskrifendur viljum við þakka kærlega fyrir sem og allan þann stuðning sem við fáum. En örlið til skilaboð eftir andartak mætir Gísli Tryggvason lögmaður hér og ræðir lagaleg álitaefni. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi.
Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Veist þú hvað þú ætlar að kjósa í vor? Veistu hvað fólk ætlar að kjósa í vor? Stöndum saman. Stöndum með mannréttindum. Taktu þátt og skrifaðu undir á félagshyggja.com. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Já, hingað komin, hvað að segja, lagalegur sérfræðingur samstöðvarinnar. Það eru nokkra vikur síðan við tókum hér upp nýjan lið sem við leyfum okkur að kalla Réttur settur með vísan í gamlan sjónvarpsþátt. Það mætti eins kalla þetta lagahorn. Við reynum að finna fréttir þar sem að kannski uppi einhver lögfræðileg álitamál og fáum þennan sérfræðing til þess að greina stöðuna. Þetta Gísli Tryggvason. Vertu velkomin til okkar, Gísli. Takk. Ef að byrja á því að dagurinn í dag nú undirlagður af Alþingi og fjárlagafrumvarpinu. Maður svona þess að velta fyrir sér þessi rammi fjárlagana alveg heilagur ef svo mætti segja. Með fjárlögum mætti þá til dæmis aldrei setja minni pening í mál en sem nemur einhverja eyrnamerkingu samkvæmt fjárlögunum. Það nú góð spurning, það fer sýnilega eftir hvernig liður það eru til sjónarmið það að þegar einhverju hefur verið ráðstafað þá sé handhafi fjárveitingavalds búin að binda hendur ríkisins. Já. Þannig að menn kunna eiga lögvarða kröfu. En ég held að það sé nú undantekning. Ég held að yfirleitt sé svokölluð fjárlög meira eins og fjárhagsáætlun. Þó þau séu köllulög þá hef ég nú verið einn af þeim sem tel það ekkert vera lög í almennum skilningi. Og svona stjórnskipulegum skilningi þá eru fjárlög ekki lög, en það heitaðu til dæmis á öðrum tungumálum budget til dæmis og heita ekki á dönsku eða á skandinavísku heitaðu reyndar finansló, en það svona almennt talið að þetta sé ekki lög í venjulegu skilningi. Þau eru fyrsta lagi einu lögin sem að ber að setja á hverju ári. Í öðru lagi eru þau með afmarkaðan gildistíma. Í þriðja lagi eru þau bara það sem venjulega kalla fjárhagsáætlun. Og það eru ýmis ákvæði í stjórnarskráni þetta fyrirbæri, en til dæmis það má ekki nota lög sem refsiheimild og sennilega má það ekki sem sjálfstæða skattlagningarheimild eða það svona ýmislegt sem allavega sérstæða fjárlaga. Og hefur verið umræða það í lagaheiminum, svona inni í júridísku veröld, já, það eru til að þetta nafn sé kannski ekki lýsandi Já, það allavega, það vill svo til að þegar ég var ungur laganemi þá hjálpaði ég prófessor í stjórnskipunarrétti við að skrifa nýja bók stjórnskipunarrétt eða uppfæra, Gunnar Helgi Schram, og ég tók nú bara að mér að skrifa alveg nýjan kafla fjárlög og ég man að hann byrjaði á því að segja að fjárlög ekki lög. En hann breyti því reyndar og sagði fjárlög ekki venjuleg lög, þannig að það svolítið umdeilt. En hvað það? Þá eru þau mjög sérstök lög ef þau eru lög. Já, einmitt. Áhugavert. Nú það eru nýafstaðnar kosningar í Noregi. Ef við höldum okkur í pólitíkina, stjórnskipun og stjórnarskrá, þá þeir eru ekki með alveg sama system hvað varðar þingsköp og við þingrófsmálin eru með öðrum hætti þar en hér. Já, stjórnarskráin þeirra sérstök með við til dæmis Ísland og Danmörk og Bretland. Að í hinum ríkjónum hægt að rjúfa þing, stytta kjörtímabilið, en í Noregi það hreinlega bannað. Og það af því að þeir voru hræddir við misbeitingu konungsvalds eða
seinni tíð bara handhafa framkvæmdavalds og þess vegna eru kosningar í Noregi alltaf annan mánudag í september á 4 ára fresti. Ekkert sem getur raskað því? Nei, og það vil svo til að ég man fyrir 24 árum, fyrir 6 kjörtímabilum, þá var ég kvöldi fyrir 11. september 2001 að hlusta á fréttir á netinu, það var komið net þá norsku kosningarna, þannig að maður man þetta alltaf að þetta á þessum tíma. Eins og í sveitastjórnum hér á landi, það ekkert að rjúfa sveitastjórn og stytta kjörtímabili, en menn eru verða ósammála og allt klofnar, rofnar, þá þurfa menn bara að finna nýjan samstarfsaðila og það þurfa norðmenn að gera, þannig að þetta eykur ábyrgð stjórnmálaflokkana og stjórnmálafóringjana, en minnkar auðvitað svigurum, það þá ekki að höfða til kjósendur og segja, nú hérna að deila þetta eða nýjar forsendur geta kjósendur vinsalast skorið úr þessari deilu, eins og hægt í öðrum ríkjum, en það full ástæða til þess að hafa líka í huga að ástæða þess að norðmenn bönnuðu þetta ekki alveg út í korti, en þess að lengi vel, til dæmis fannst mér Bretar misbeita þessum rétti, þang til að hann var takmarkaður, þá bara boðaði forsætisráðherra hverju sinni til þingkostinga þegar honum hendaði pólitískt, ekkit endilega þegar landinu hendaði hvað þá hinum flokknum. Danir eru líka dálítið grófir í þessu ennþá, boða kannski til kostinga með 3 vikna fyrirvara þegar forsætisráðherranum hendar og hér í fyrra þá gerðist það að fráfarandi forsætisráðherra sem var búin að missa þingberi hluta og glutra niður stjórnarsamstarfi, hann boðaði til kostinga því að hendaði honum. Og það vildi svo til að henda þeim sem fleirum, en það hendaði kannski ekki einhverjum sem ætlaði að stofna nýja flokk, þannig að þetta ekki lýðræðislegt að gera þetta svona. Þess vegna var sko nýja stjórnarskráin eða það sem við lögðum til í stjórnlagaráði fyrir bráðum 14 árum síðan, það var að það væri alþingi sem ákveði hvenær skyldi rjúfa þing, ekki forsætisráðherra eða forsetinn formlega. Svo umræða það núna að Kristrún Frostadóttir var spurð út í kjarnorku ákvæðið á blaðamannafundi í morgun, þetta ákvæði sem að heimilar forseta Alþingis að láta umræðu ekki sökkva í málþóf og vaða áfram, og hún útilokar ekki að ríkisstjórnin beiti því annarskipti núna á þessu þingi sem sett í dag, en hún vil kalla það lýðræðis ákvæði, ekki kjarnorku ákvæði, hún vil hafa jákvæðan stimpil á þessu. Já, það má kalla þetta meirhluta ákvæði en ég svo sem alveg sammála stjórnarandstöðunni bæði núna og oft áður að það vantar þá kannski eitthvað annað eðlilegra úrræði fyrir stjórnarandstöðu á hverjum tíma til þess að gera sig gildandi án þess að taka allt þingið í gíslingu, og til dæmis má horfa til þess sem að Danir hafa, að 3/4 þingmanna geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu, og bara því að þetta fyrir hendi þessi möguleiki, þá reynir ekki á hann að því að meirihlutin þar tekur meira tillit til minnhlutans. Hér eru við bara komin skemmra í lýðræðis þroskanum held ég, þannig að menn eru alltaf eiginlega á móti öllu sem ríkisstjórnin gerir í stjórnarandstöðu og allir í stjórnarmeirihlutunum eru alltaf hlindir öllu, þetta svolítið svarthvít. En ég reyndar ekki sammálaði að kalla þetta kjarnorku ákvæði, en það af bandarískum uppruna og það miklu viðurhluta meira að gera eitthvað svipað. Þar verður ekki aftur snúið eins og í kjarnorku stríði. Hér verður alveg aftur snúið, það ekkert lögmál að þetta verði bara aftur og aftur notað. Nei. Mér dettur það líka í huga að það gamalt baráttumál margra sem hefur verið í umræðinu nánast jafn lengi og ég man eftir að hafa starfað í fjölmiðlum, það misvægi atkvæða. Nú verið að tala að leggja fram frumvarp til þess að aflétta þessu misvægi. Það hefur Ólafur Harðarson hefur reiknað það út að hér áður fyrir þá kom það nú Framsóknarflokknum oftast best og Sjálfstæðisflokknum að vægi hvers atkvæðis út á landi væri meira heldur en hér, svo dæmis tekið. Þetta svona út frá lagalegu og hvað maður segja, jafnræðislegu sjónarhorni, þetta besta mál eða ætti að vera einhver
einhver rök fyrir því að þar sem fólkið færra þar fáið það aðeins meiri rétt? Já, ég veit nú að viðkynna, þar hef ég verið svolítið á öndunum með við marga lögfræðinga og marga jafnaðamenn á höfuðborgarsvæðinu, því ég svona landsbyggðarmaður í hjartanu, þannig að ég hef oft séð sko valdið og peningana safnast hérna og fólkið þetta hérna í borginni og mér stundum þurfa að leiðrétta það samhliða allavega og var með tillögur í því sambandi reyndar sjálfur í stjórnlagaráði, en það kannski flókið mál að fara út í það, en kannski gerum við það einhvern veginn. En hver hugmyndið þín með þennan þröskuld? Er það ekki andrið lýðræðislegt að þessi 5% þröskuldur séðan? Það nú umdeilt, sko, hann miklu hærri sums staðar og tölvert lægri annars staðar, hann 2% í Danmörku. Það eru rök með á móti þessu í svo mörgum. Rökin með eru að þá ekki allt og margir litlir flokkar og þá þurfum við samsteypustjórn eins og hérlendis og víðar í kringum okkur tíðkast, þá þurfum hún ekki að vera með ómarga flokka. Þetta samt miklu lýðræðislega heldur en til dæmis í Bretland og Bandaríkjunum, það sem að einmenningskjördæmin valda því að það bara 2 flokka kerfi og það kannski nær stjórnarflokkur sko yfirburða kostningu þó hann sé bara með 35-40% atkvæða og sumir allstóri flokka fá vel mjög litla eða enga fulltrúa á þing. Þannig það ekkert einfalt í þessum. Nei, einmitt. Sko, ég ætla aðeins að fara úr þessum vangaveltum yfir í mál sem sumir kalla dægurmál en náttúrulega stór pólitískt mál í raun. Það hefur verið svolítið umræðan það síðustu daga hvort Íslandi að fara að ráði Slóveníu og lýsa því yfir að Ísrael taki þátt í Eurovision, þá eigum við að fylgja fordæmi Slóvena og segja nei takk. Við verðum umræða þetta í fréttum, það er ekki alveg verið auðvelt að átta sig á því hverra það að ákveða það hvort Ísland tekur þátt eða ekki vegna Ísraels. Það eru sumir fulltrúar í stjórn Ríkisútvarpsins að sögn útvarpsstjóra sem líta svo á að ákvörðunum þetta eigi að vera pólitísk og hún eigi að koma frá ráðherra en aðrir telja að jafnvel bara útvarpsstjóri eða stjórnin, meirihluti stjórnar eða geta tekið ákvörðunum þetta. Maður veit ekki alveg hvað maður á að hugsa í þessum efnum. Já, maður getur kannski bara farið í allt stigveldið og spáð í sko hvar á að taka svona ákvörðun. Varla á hann að vera hjá forseta, hann tekur yfirleitt ekki svona hápólitískar ákvarðanir. Við skulum koma ráðherra á þingi á eftir, en ef við byrjum neðan frá, það er sumir sem telja að þáttakendur í keppninni, alveg svo þáttakendur í knattleikjum eigi að taka sjálfur ákvörðun boykott eða þáttöku eða ekki þáttöku. Mér finnst það ósanngjarnt af fólki sem fagmenn á sínu sviði en ekki pólitíkusar. Þannig ef við förum aðeins ofar, það útvarpsstjóri eða einhverjir embættismenn þar sem á að taka þessa ákvörðun? Mér finnst það hæpið. Mér finnst nærlægi að útvarpsráð taki þessa ákvörðun, því það þó pólitískt skipað. En ég hallast helst að því að það sé ráðherra menntamála eða útvarpsmála, ég man nú ekki alveg hvað það það menningamálaráðherra sannlega, Logi Einarsson og utanríkisráðherra. Mér finnst svona nærtækast að þau taki þessa ákvörðun, af því þetta hápólitísk ákvörðun, þau eru pólitíkusar, vinna við þetta, njóta stuðnings þingsins, bera ábyrgð á okkur þinginu, ekki þingið heldur þessir 2 ráðherrar finnst mér eðlilegast. Þannig að sendu þeim brýningu bara hér og nú. Já. En sko, mér datt í huga ef þetta eru flytjendurnir sjálfir og við yfirfærum þetta yfir á íþróttaleik þá náttúrulega kemur upp mjög flókin staða ef helmingurinn í einhverju knattspyrnuliði myndi segja nei, ég ætla ekki að keppa við Ísrael en hinn helmingurinn í landsliðinu myndi segja jú, við skulum keppa við Ísrael. Já, þá verður það svo sem meirihlutin eða bara það nóg að liði við óstarfæft eða þjálfarinn. Mér bara dettur í huga eitt vandkvæði þess að valdi liggi þarna. Sko. Já, einmitt. Það eru önnur rök fyrir því að hafa það ekki þar. Já, einmitt.
Staða Íslands gagnvart kæru Suður Afríku gegn Ísrael, meira á því í alþjóðadómstólunum hefur einnig verið í fréttum. Hvað merkir sérstök greinargerð sem að vitnað hefur verið til? Væri það stuðningur við kæruna? Ég hef aðeins mistað fréttum þetta en sérstök greinargerð væntanlega sem kallað í almennt í réttafari innanlandsdómstóla bara meðalganga. Maður vill blanda sér í mál á milli annara sem sjaldgæft í innanlandsréttafari en frekar algengt í þjóðarétti eins og hjá mannréttindómstólunum og jafnvel alþjóðadómstólunum. Og jú, ef við höfum eitthvað sérstakt fram að færa og þá myndum við væntanlega skila greinargerð með einhverju afstöðu, ekki bara gott hjá ykkur að vera í málaferlum, heldur taka undir með öðrum aðilanum. Í réttafari þetta stundum kallað klapplið og kennarinn í réttafari Markus Sigurbjörnsson sagði það yfirleitt ekki þörf á klappliði í dómsmálum. Annar aðilinn hefur rök og dómarinn eða dómararnir dæma. En ef að annar aðilinn sérfróður eitthvað eins og kannski Norðmenn eftir alla sína framgöngu í þessum deilumálum, Svíar eftir áratuga afskipti af alþjóðamálum. Ég geti ímyndið mér, Hollendingar kannski einhver svona gamlar forna stórþjóðir sem hafa eitthvað fram að færa en Íslendingar eru kannski sérfræðingar á sviði hafréttamála og fiskveiðistjórnunar en hvort að við höfum mikið fram að færa í svona flóknu deilumáli álitamáli en það getur vel verið að utanríkisráðuneytið hafa á að skipa góðum sérfræðingum sem geta lagt eitthvað til málana sem að Suður-Afríka og Ísrael geta ekki upplýst dóminum. Og þegar nefnir klapplið þá verið að vísa til þrýsti áhrifa einhverja svona... Nei, svona frekar röksemda færsla. Ég meina í innanlandsréttafari til dæmis ef ég fer í mál við þig sem nágranna minn, þá geti kannski þriðji nágranninn eða byggingafulltrúi komið í miðelgöngu og sagt ég tek undir með þessum aðila og þetta á að vera svona að því að eitthvað og gefið mér sjálfstæð rök kannski fyrir því sem við erum að deila um. Já, ég skil. Við nefndum Loga Einarsson áðan. Það blæs svolítið þá ákvörðun hans að hækka innritunargjöld í Háskóla Íslands í 100.000 krónur. Hann fékk reyndar þá ósk frá háskólanum sjálfum að hækka miklu meira. En ein spurning getur ráðherra ákveðið að innritunargjöld í HÍ verði 100.000 krónur þegar dómstólar hafa sagt að þau megi bara endurspegla kostnaðinn eða hvernig það var orðað við innritunina. Já, í fyrsta lagi held ég nú að dómstólar hafi ekki tekið á þessu heldur kærunefnd í einhverjum háskólamálum. Já, kærunefnd. Þannig að það komið fordæmi með óbreytt réttarástand en síðan þetta breyta réttarástandinu en sá sem getur það nú væntanlega löggjafinn en ekki ráðherra. Þannig að mig grunar þessi frétt síðum að vísinda og háskólaráðherra ætla að leggja fram frumvarp hækkun á þaki skrásetningargjalda og ef það umfram það sem kalla má skrásetningarkostnað þá er svolítið vafamál hvort að heimildin verður fullnýtt upp að einhverju hámarki nema menn geti sýnt fram á kostnað. Það væri náttúrulega hægt að setja bara lög skatt sem héti skrásetningargjald og hann væri 100.000, það væri löglegt. Ég ekkert mjög hlynntur því en þetta nú kannski lægra en það gjald sem að ég var einmitt fyrstur til þess að kvart yfir fyrir rúmum 30 árum. Þá var ég laganemi á öðru eða þriðja ári og ég hafði lært það í laganámi í Danmörku að það væri ekki hægt að hækka administratíft eða með stjórnsýslu ákvörðun svona gjald. Þá minnum að það hafi átt að hækka það þrefalt og það var gert í mörg ár. En að lokum komst umboðsmaður Alþingis að þeirri niðurstöðu að þetta væri rétt hjá mér og rangt hjá háskólaráði að það mátti ekki gera þetta og þá voru bara sett lög eiginlega skatt, skólaskatt og ég gerir nú ráð fyrir að það sé rétta leiðin svona stjórnskipulega séð ef við vilja leggja aukinn kostnað á nemendur.
En þú hefur snemma farið að búti vesinn og láta það í hverja? Já, menn þetta fannst mér vera bæði prinsippmála því ég var þá strax allavega jafnaða maður og vildi jafnrétti til náms og mér fannst þetta mikil hækkun og svo vissi ég þá úr lagana með að þetta stóðst líklega ekki að stjórnvöld ákvæðu svona mikla hækkun á einhverju sem að kalla var skrásetningargjald en var bara skólaskattur sko. Einmitt. Nú við vorum hér í svona mildilegu gríni að ræða launin sem að Áslaug Arna þingmaður Sjálfstæðisflokksins hefur þegið eftir að hún fer utan og stundar nám. Þetta eitthvað á 4 milljón króna. Það nú mjög margir sammála það að þetta sé nú ekkert endilega siðlegt en sko má taka laun fyrir vinnu sem þessa þegar þú komin í aðra vinnu búin að innrita þig í annan skóla og ert komin með fullan bara vinnudag þar? Já, sko það má líka þessu við biðlaun opinberra starfsmanna ef að þeir eru, ef embætti lagt niður eða þeir fá einhvers konar biðlaunagreiðslu eins og þingmenn gera þegar hætt á þingi, þá það svona fallíf til þess að hjálpa mönnum að finna eitthvað nýtt og fóta sig á meðan. Mér finnst þetta að vera svolítið eins og misnotkun á þingfarakaupinu yfir þetta langa sumarleyfi eða tiltölu langa, hún kannski frekar stutt núna þegar ljóst að þingmaðurinn ekki að koma aftur í bráð en ég efast nú að sé ekkert að halda þið fram að þetta sé ólöglegt sko eða endurkrefjanlegt sko þetta virðist hafa tíðkað svolítið en kannski sjaldan þannig að menn fari bara í þinglok sumarbyrjun í ársnámsleyfi og býði þá með að kallinn varamanninn sko það ætti kannski að gera fyrr þegar það liggur fyrir að þingmaðurinn ekki alveg að koma tilbaka. Já, það liggur líka fyrir að þessi þingmaður að koma aftur inn á Alþingi að loknu námsleyfinu. Væntanlega það óbreyttu. Það náttúrulega það sem greinir það frá því þegar þú þegar vantar olnbogarými fjárhagslegt til þess að fara í nýja stöðu og svo framvegis. Þannig að já, þú sagðir misnotkun. Já, mér finnst þetta að vera svona, hvað sagði ég, sniðganga, misnotkun. Ég held þú að hafa sagt misnotkun. Tjekkum á því. Heyrðu, svona í lokin, Gísli, það búið að vera fróðlegt að ræða við þig svona ýmis mál, fréttamál sem þar sem upp kemur einhver svona, hvað maður að segja, lögfræðileg spenna eða álitamál, en bara í lokin þá ég sá það að einhverjir fólk sem ég þekki á samfélagsmiðlum voru að gera athugasemdir við það í dag að rjúpnaveiðidögum yrði með mjög misjöfnum hætti útlutið eftir landshlutum. Ég hef ekki skoðað þetta mikið, mér skilst að Austfirðingar fái 3 veiðidaga fyrir hvern eitt sem Sunnlendingar fá. Nokkuð annað en bara una því? Já, þetta svolítið spennandi álitamál svona eiginlega heimspekilega sko, hverjum tilheyrir landið. Það nú talið til dæmis þegar það virkjuð á í einhverjum landsluta eða einhverjum hreppi að þá sé það fólkið, jável fátt fólk sem býr þar sem ræður skipulagsákvörðunni og einhverju slíku framkvæmdarleyfi og öðru. Og þá spurningin á annað að gilda önnur jarðargæði, eiga þau að vera staðbundin eins og hvað heitir þetta, virkjunin og eitthvað, eða á þetta að vera fyrir alla landsmenn. Það í stjórnarskráni jafnræðis ákvæði, búið að vera þar í 30 ár núna, en þar til dæmis búseta ekki nefnd sem sérstakt atriði og ekki aldur. Það talað kynferði, stöðu og efnahag og eitthvað slíkt. Ef það stæði búseta líka, þá væri kannski hægt að efast lögmæti svona ákvörðunar
út frá því. En úr því að það ekki, þá held ég þessu svona aðeins langsóttara að hnekkja þessu lagalega. Já. En mér finnst þetta svona heimspekilega spennandi álitamál. Hvort landskæðin tilheyrir okkur öllum jafnt eða meira þeim sem að búa nær. Það spurning sem við bara látum þá hanga í loftinu, er það ekki? Fram að næsta þætti. Gerða það ekki fyrir komuna, Gísli Tryggvason. Takk. Nú ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum hér áfram með rauðaborðið eftir andartak. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við ætlum að reyna að glögga okkur á fjárlagafrumvarpinu í dag og næstu daga og hingað eru konur tveir hagfræðingar, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem hagfræðingur hjá BSRB og Vilhjálmur Hilmarsson sem hagfræðingur hjá Visku verkalýðsfélagi, eða stéttarfélagi. Verið velkomin. Hvað helst í þessu frumvarpi? Við vorum svolítið að tala um þetta í gær og vorum helst á því að frumvarpi væri eiginlega stærstuleyti óbreytt efnahagsstefna frá fyrir ríkisstjórn. Já, það náttúrulega þannig að fjárlög frá ári til árs eru oft voða svipuð. Þetta seigfljótandi. Já, þau eru seigfljótandi og það kannski jákvætt, getur við sagt. En það eru þetta alltaf ríkisstjórnin að marka sér sérstöðu og kannski að því að það sem er svona það sem að maður sér svona áherslur nýrra ríkisstjórnar helst. Ég ætla nú að tala um stóru efnaðarslegu myndina á eftir en byrja á því jákvæða sem að er það ekki og mikið tekið. Það oft gert svona ef maður það kom einhver andstykilu ofan í fólk þá byrjar maður einhver jákvæðu. En það eru auðvitað þessi áhersla á uppbyggingu hjúkrunarheimila og fjölgun rýma þar sem sko bara verið að mæta uppsafnari þörf og svo eru áframhaldandi áform sem mjög jákvætt. Það verið að gera svona gangskur í að efla geðheilbrigðisþjónustu og það sko, mér fannst og nú hef ég ekki skoðað þetta út í hörgul, en það virðist vera sem það eigi að gera verulegt átak í úrræðum fyrir börn í fyrsta lagi vanda og svo börn sem eru með fíknivanda. Og það líka aukin þjónusta við þolendur heimilisofbeldis. Það sem kerfið hefur eiginlega hrunið. Já, það bara, þetta kerfið sem hefur hrunið, smám saman molnað undan og það ég fæ ekki betur sig og ég ekki, þú veist, ég átta mig ekki alveg á hverju þörfin í þessum, en að mínu mati virkaði þetta samfærandi, að það sé í raun og veru verið að taka á þessum málum og svo auðvitað ýmislegt í löggæslu og öryggismálum sem mjög jákvætt þarna. Þannig að ég myndi segja sko svona... En þetta þannig að staðan sé svo þröng að ríkisstjórn getur bara valið sér svona 3 áherslumál? Við getum haft hjúkrunarheimili, geðheilbrigði barna og löggæslumál og allt þetta svona væri hægt að benda á að þetta væri áherslu sem að flokkarnir sem standa ríkisstjórnin hefur lagt á. Já. Svigrúmið svo lítið að þú getur bara lagt áherslu á það? Nei, ég náttúrulega... Svo ætlaði reyndar að leggja áherslu á vegi með reyndar með svona útvistun í innviða félag. Já, ég gleymdi að nefna vegagerðina, en það nú bara svona cirka 7 milljarðar sem nema cirka 9 kílómetragjaldinu sem á að fara að innheimta. En það mjög jákvætt og ég ætla ekki að gera lítið úr því. Ég held að við séum öll sammála það sem á annað borðum keyrt á vegum að það full þörf á viðhaldi þar. En húsnæðismálin, að því að tala um hvort að svigrúmið sé svona þröngt að þau fá bara að velja, þetta eins og þetta svo velja bjúu, 3 óskir. Já, en það má samt segja eins og í húsnæðismálunum, það náttúrulega, það eru rúmir, ég held að séu rúmir 7 milljarðar sem eiga að fara í stofnframlög og hlutdeildarlán. Sem hafi ekki gengið út í sumar. Já, það svipað og var í fyrra, en ég meina þetta eru ágætis fjármunir, en markmiðið hlýtur að vera að koma þessum fjármunum út. Þannig að, og
enn og aftur sko, af því það tekur svolítið tíma að plæja sig í gegnum þetta, en ég skoða náttúrulega alltaf húsnæðismálin sérstaklega og það slær mann kannski þannig að sko vandinn núna ekki skortur á fjármunum frá hinu opinbera, vandinn að koma af stað uppbyggingu húsnæðis. Sem opinbera getur gert til dæmis. Já, það væri... Mér hlusta á húsnæðiskaflan hjá þeim og mér fannst hann svona Sigurður Ingi hefði alveg getað flutt þessa ræðu fyrir árið síðan að 2 árum sko. Ég heyrði ekki neitt annað heldur en að hafi verið hjá fyrir ríkisstjórnum að kvarta yfir að það veri framleitt of mikið íbúðum sem að seldust ekki og það þyrfti að framleiða meira en maður vissi ekki alveg hver ætti að gera það og það veri svona aðgerðir og áhyggjur og allt þetta. Það var náttúrulega mörkuð hér húsnæðisstefna af, sko, Sigurður Ingi gerði það og ég menn við hjá BSRB voru mjög ánægð með þær áherslur sem hann var með í þeim málaflokki þó við værum óánægð með hversu hægt gengi og þar var svona samkomulag að það yrði svo uppbygging á, var ekki 40.000 íbúðum á 10 árum. Og við fylgdist með þessu, það átti að verða 4.500 íbúðir í ár, reyndist vera 3.000, þetta var bara svakalegt að fylgjast með þessu, þessi áætlun gekk ekki eftir. Sko. Nei, og það líka tilkomið vegna þess að sveitarfélögin spil ekki öll með í því. En það sem að kannski maður hefði viljað, ríkisstjórnin þegar hún var mynduð, ætlaði að vera með aðgerðahóp í húsnæðismálum. Það eitthvað að skila sér núna inn í frumvörpum ríkisstjórnarinnar. Ég sá nú ekki kynning á þingmálaskránni í morgun, en ég meina það liggur bara ljóst fyrir að það þarf að byggja meira af hagkvæmu húsnæði. Hér hefur flutt til landsins fólk sem í láglaunastörfum sem býr við óviðunandi húsnæðisaðstæður pluss alla þá Íslendinga sem hér eru fyrir. En það stór hópur sem þarf að komast inn í leigufélög eins og Bjarg. Svo eru þetta þessi hlutdeildarlán til þess að hjálpa fyrstu íbúða eigendum en það var nú mér finnst nú svo, ég verið að tala svo mikið og að Vilhjálmur menn ekki koma að stað en félags- og húsnæðismálaráðherra var með svona einhvern samráðsfund í vikunni þar sem að verið að fjalla húsnæðismál. Ég meina þarna voru við nokkur sem að höfum setið í alveg óteljandi húsnæðishópum og svo deilt nóg að húsnæði eða nóg að réttu húsnæði og eru byggingar hæfa lóðir eða ekki og ég veist að það þarf bara einhvern lítinn sérvalinn kláran hóp til þess að greina bara helstu hindranir og reyna svo einhvern veginn að hefja alvöru vinnu en auðvitað hefur fullt verið gert á síðustu árum. Ég held að það sé líka mikilvægt að Það mikið í svona einhverju greiningu sem að síðan skilar ekki og áætlunum sem að gangi ekki eftir. Ég meina Bjarg náttúrulega afleiðing eða almenna íbúðakerfið afleiðing. Já, það dróp í hafið, en það tekur líka tíma að byggja upp húsnæði. Ég ekki að, ég segi sko, þú veist, og það svo mikilvægt að við höldum áfram. Ég meina, hvað gerist núna? Viðskiptaráð að kæra almenna íbúðakerfið. Það á hér með veikum mætti að byggja eitthvað í íbúðum fyrir lægst launaðasta fólkið í landinu og þá rís viðskiptalíf Íslands upp og ætlar að kæra það. Þú veist, ég meina, þetta fráleitt, einhverja nokkur þúsund íbúðir, en það ekki hægt að sjá í fjárlagafrumvarpinu einhverju aðgerðir í húsnæðismálum sem eru stórvægileg breyting. Sömuleyti eru þeir að boða að það kunna koma, það sem verið að vinna í því. Það eru einhver hópur á vegum sem Ragnar Þór Ingólfsson veiti forstöðu sem á að koma með einhver aðgerðir. Já, og mér fannst nú svona bara stuttum lestur á frétt af þessum fundi í morgun á kynning og þingmálaskráni að það væri einhverjar aðgerðir í húsnæðismálum en ég náði bara ekki að En sko, húsnæðismálin eru náttúrulega stóra málið af því að ef þú ætlar að ná niður verðbólgu þá þarftu að koma jafnvægi á húsnæðismarkaði. Já, það ekki nóg að koma jafnvægi á ríkisreksturinn. Nei, ég meina það verður mjög erfitt ef þú ert með húsnæðisliðin alltaf til vandræða og sko það bara okkur bara hafa það hugfast á síðustu 10 árum hefur flutt sem nemur heilum árgangi af fólki árlega hinga til lands til starfa og við höfum náttúrulega alls ekki mætt þessari auknu húsnæðisþörf og
það fáum við bara í hausinn með verðbólgu og sem sagt, óstöðuleika í verðlagi. Ég er að spyrja þessu að hvort að svigrúmið sé svona lítið vegna þess að það var, ég mætti heyra á fundinum í morgun að Kristrún lagði til þess áherslu á það að fyrsta skrifið væri að ná jafnvægi í ríkisrekstri og við gætum ekki allt, það væri mikilvægt verkefni sem við ættum en þó væri þessi áhersluatriði sem að væri verið að auka fjármagn til. Er staðan svona þröng að ráðherrarnir í ríkisstjórninni geta bara valið sér svona 4,5 mál? Já, sko, það er alltaf stór spurning en ég var að segja, sko, ég hef alveg samúð með ríkisstjórnina að því leiti að þau koma inn í ríkisfjármál þar sem er búið að kerfisbundi veikja tekjustofna ríkisins og búið að reka ríkissjóð og opinber kerfi í miklum halla þrátt fyrir að sé búið að leiðrétta fyrir COVID-áfallinu. Staðan er bara svo hjá þessum velferðarríkjum á Norðurlöndum að það þarf að rukka cirka 40% af landsframleiðslunni í gegnum opinberu kerfin og samtryggingu lífeyrissjóðanna til þess að halda upp í velferðarstiginu og þau þurfa að viðhalda því og í gegnum aðlögun á tekjuhlið og útgjaldahliðinni. Sko, á tekjuhliðinni þá er þetta 28 milljarðar sem eru núna rukkaðir aukalega. Það er að koma 8 á veiðigjöldum. Sko, ég hefði viljað sjá að það er tekið á fleiri liðum eins og tekjutilflutningnum á milli launa og fjármagnstekna. Það veri gert, fólki væri gert erfiðar að flytja tekjur sínar yfir í fjármagnstekjur eða geyma það veri fjármagnstekjur eru meira rukkaðir eins og hverjar aðra tekjur. Já. En það er ýmislegt jákvætt þarna sem er verið að taka á ýmsa svona glufur í skattkerfinu og svo framvegis. En ég hef náttúrulega áhyggjur að því sem sko ég representera svona fólk sem er kannski í efri tekjutíundum og það eru þarna aðgerðir eins og með samsköttun og annað sem munu leiða til lítilegara skattahækkana á ákveðin hóp fólks. Og ég vonast til sko til lengri tíma horft aðeins lengra fram að þetta er náttúrulega bara 1 ár hver fjárlög að það verði gripið til einhverja mótvægisaðgerða eins og gegnum barnabótakerfið, það verði farið í endurskoðun á húsnæðisstuðning við eigendur og svo framvegis. En sko fyrsta markmið ríkisstjórnarinnar er náttúrulega bara að ná ákveðnu jafnvægi og svo getum við farið að tala um eitthvað stórmál. Þú getur náð jafnvægi með því að vera með aðhald og skera niður. Þú getur líka náð jafnvægi með því að sækja tekjur og við sækjum minni tekjur heldur en Norðurlandaþjóðirnar. Það er hérna fjármagnstekjuskattur lægri. Sumar af þeim þjóðum eru með eignaskatta og Norðmenn eru með hérna svolítið mikla innheimtu á auðlindarsköttum og eitthvað fleira. Er þetta ekki kannski ástæða fyrir því að svigrúmið með svona lítið að þau geta bara pikkað út 4 áherslaatriði er að þau það er stefna ríkisstjórnarinnar að hækka skatta ekki svo neinu nemi. Daði kom fram og sagði að þetta er ekki hækkun á skatta og fyrirtæki og einstaklinga í þessum frumvarpi. Sko ég myndi vilja sjá til dæmis að það er farið markvissar í það að rukka innviðagjöld og auðlindagjöld hvað var að ferðaþjónustuna. Það vekur svona ákveðna furðu hjá mér til dæmis að það sé verið að lækka innviðagjöldin á skemmtiferðaskipin í þessu frumvarpi. En svo er þetta náttúrulega alltaf ákveðið málamiðlun milli aðila. Milli hverja? Almennings og þeirra sem eiga fjármagnið? Eða þeirra stjórnmálaflokka sem situr í ríkisstjórn. Já. Gerir ég ráð fyrir? Já, Viðreisn náttúrulega lofaði hægri efnahagsstjórn sem þýðir ekki hægri skatta, en vinstri velferð sem þýðir aukin framlög. En þegar þú skoða skattkerfið, ég er alveg sammála því að það þarf að huga aukinni svona sanngirni á milli fjármagns og launa eins og gert er núna með veiðigjöldunum. En það eru bara eitthvað 18% af tekjur ríkisins sem komi gegnum tekjuskattin á lögaðilina, tryggingagjöldin og svo framvegis, ég með þetta hérna. Þetta eru 17% sem koma að tekjuskatti lögaðila úr fjármagnstekjuskattinum. Það er ekkert svo mikið að hafa þarna annað en að sækja fram kannski auka sanngirni en þegar kemur að tekjuöfluninni þá er skattkerfið þannig sett upp að þetta liggur sem mest á einstaklingunum. En sko fjármálaráðherra hóf sína kynningu í gær var yfirskriftin stöðugleiki held ég. Og
talar Uppáhaldsorð Bjarnar Benediktssonar. Já. Hann byrjaði allar sína kynningar á stöðuleika. Já. Og allar sína kosningabaráttu á stöðuleika. Já. En og það er sem sagt, ég held að allir geti tekið undir það að stöðuleiki efnahagsmálum, lægri verðbólga og lægri vextir séu eitthvað sem að sé jákvætt fyrir Íslands samfélag, hvað sem það er launafólk eða fyrirtækin í landinu. En þeir sem hafa minnstu tekjurnar og eru kannski á leigumarkaði eða get ekki komist inn á eignamarkað, þau eru ekki að segja þetta stöðuleika, þau eru að segja þetta breytingum. Já. Og ég held að það fólk hafi kosið þessa flokka vegna þess að vilja fá breytingar en ekki bara allt innu mæti fjármálaráður og talið eins og Bjarni Benediktsson. Já, þetta var nú bara akademiskur inngangur hjá mér. Ég ætla að segja svo hárum maður á að það er mikið talað um aðhaldsaðgerðir. Það eru sértækar aðhaldsaðgerðir og svo almennar aðhaldsaðgerðir. Og það er nú þannig með fjárlagafrumvarpið að það er alltaf aðhald á ákveðnum málaflokkum. Það er bara svona, og það eiginlega ætti ekki að, þú veist, það er bara þetta, þú þarft alltaf að passa þegar þú ert með stórt apparat eins og ríkið, að þú þarft að vera með ákveðnar þvingur til þess að bara passa að það sé ekki verið að sólunda fjö. Og þetta er viðvarandi og það eru þessar almennu aðhaldsaðgerðir. Svo eru sértækar aðhaldsaðgerðir og það var stofnaður hagræðingahópur sem kom með tillögur, það sem var nú kannski ekki mikið útfært og nú á að fara upp á 107 milljarða uppsafnað fram til ársins 2030 í sértækar aðhaldsaðgerðir. Sem er hvað þá svona rúma 10 milljónir á kannski 15 milljónir ári? Nei, það er núna tæplega 13 og svo verða þetta yfir 20 milljónir næsta ári. Þannig að það verður að ruggla manna því það er alltaf verið eftir í hvað stjórnmálafólki vill fá háa tölu, en þá lengist alltaf bara viðmiðunin, sko. Við veist að við ættum að setja bara lögum að þau tali bara á ársgrundvelli. Og þarna það sem að minn skilningu var á þessum hagræðingahópi að þetta væri einhvers konar tiltekt það sem að þú gætir með einhverju breyttu skipulagi eða slíku fengið meira út úr ríkisfé. Svo þegar ég skoða núna þessa sértæku aðgerðir sem eru 12,7 milljarðar eða eitthvað, þá þetta er mikið svona verið að taka úr varasjóði, stundum annað árið í röð. Þetta er mikið opinber innkaup sem er frábært. Ef þú nærð meira hagræði í opinberum innkaupum, ég veit ekki hvort að það hefur, hvort að það er fé í húsi, hver staðan er á því. En það er bara frábært. En að nýta varasjóð er ekki hagræðing. Þú er bara að nota peninga sem að átt ekki að nota. Nei, ekki frekar en að brjóta sparibökin er ekki sparnaður. Já, og eða þú ert ekki að nota peninga sem átt ekki að nota. Það er bara varasjóður og þú segir við ætlum ekki að vera með þennan varasjóð jafn stóran eða tímabundið. Svo eru óútfærðar tillögur sem eiga að koma fyrir aðra umræðu fjárlega. Og þar las ég til dæmis kafla sem að ég er einn af fyrstu köflunum sem ég les alltaf sem er sérhæfð sjúkrahúsþjónusta. Þar undir er megniða starfsemi Landspítala, ef ekki öll, sem er náttúrulega svona hjartað í heilbrigðiskerfinu. Sértæka aðhaldskrafan á Landspítala og sjúkrahúsið á Akureyri er 2 milljarðar króna. Og þar af er milljarður sem að einhver nefnd á að finna með forgangsröðun. Hver er veltan á þessari stofnun? 2 milljarðar hljómar mikið í... Já, þetta er nú svona... Þetta er yfir... Þetta er töluvert mikil. Já, og það er skammarlegt að ég muni ekki akkurat útgjöldin til þessari tveggja stofnana, en þau eru náttúrulega umtalsverð. En þetta er yfir 1%. Og þá velti maður líka fyrir sér, hafandi, að því ég ætlaði að segja, af hverju er hérna verð óstöðuleiki? Það er ekki út af opinberri þjónustu. Opinber þjónusta er ekki rót efnahagsvandans á Íslandi. Og ég sem starfa hjá BSIB, það sem eru stórir hópar kvenna sem starfa í heilbrigðis- og félagsþjónustu og við skulum muna að þessar greinar eru mannaðar 70% af konum. Þær eiga núna að hlaupa enn hraðar af því að hér er verðbólga. En það er búið smám saman að grafa undan stoðum velferðarþjónustunar
og það eru þetta þær breytingar sem fólk kallar á að það sé verið að byggja upp þessa þjónustu sem við eigum saman og ég segi það bara, ef einhver finnur 2 milljarða á Landspítalanum sem að verið að sem hægt að breyta, þá býð ég í kokteilboð. Þetta sko við heyrum starfsfólk Landspítalans tala að stjórnunin sé slæm, það sé alls konar sóun í rekstrinum, það verði eiginlega bara hugsan upp á nýtt. Þú kannast við þetta, ótrúlega margir bara út allan spítala sem tala svona sko. En það nýkomin skýrsla frá Ríkisendurskoðun, það sem það kemur bara fram svart á hvítu og mjög sko, þú veist, það mjög þung hljóð í henni að sjúkrahúsið mannekla stóri vandi sjúkrahúsins og í fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar sem kom fram í vor þá kom í hverjum einast hafa verið að tala sko að auka áherslu á að byggja upp heilbrigðisþjónustuna og stærsta áskorunin mannekla. Sko, ég veit ekkert innri rekstur Landspítalans. Það örugglega matarhola þar. En 2 milljarðar svolítið ríflegt. Nú loksins sjúkrahúsið, það sko hillir í það að það komist þó inn í nýbyggingarnar sínar. Það náttúrulega mjög óhagkvæm rekstur á sjúkrahúsinu. Það eru yfir 100 hús sem hýsa þessa stofnun. Það eitt og sér fráleitt. Þannig að ég ætla ekki að fara að neita því eða vera að þykjast vita eitthvað innri málefni Landspítala. En þetta heilbrigðis, við vorum tilbúin til að loka hagkerfum heimsins, til að vernda heilbrigðisþjónustu, af því hún grundvöllur í hverju samfélagi. Og þess vegna voru það rosalega vonbrigði að sjá að það í raun og veru, aukningin á fé til Landspítalans ekki nægileg til að standa undir fjárfestingunum, launa- og verðlagsþróun og lýðfræðilegri þróun. Þannig að það ekki verið að bæta inn í rekstrargrunnin og það þarf nauðsynlega. Og við segjum sko, það ekki, opinbera þjónustan ekki vandamáli, þannig að þú getur ekki haldið áfram að veikja stoðir hennar. Og það var til dæmis settur á tímabundið 1% aukning á tekjuskatti fyrirtækja. Það var áætlað að það myndi skila 6 milljörðum á ári. Eftir 450 milljarða innspýtingu ríkisins í hagkerfið eftir COVID, það var ekki fyrirtæki bara sem að fengu þessa pening og langt í frá. En þau sem fengu stuðning, öll þau sem fengu stuðning, lifðu flest af. Var ekki bara hægt að komast að samkomulagi að þetta yrði gert í 5 ár, að þau legðu þetta til. Þetta gríðarleg trygging sem þau vita af, að ríkið kemur þeim til bjargar ef í harðbakkan slær, sem ég held að hafi verið mjög farsælt og gott, það má kannski deila hvort að allar aðgerðir hafi verið fullkomnar, en ég meina þetta var lyft grettistaki og við vorum fljót að komast aftur á fæturna. En þú veist, opinberir starfsmenn ekki að fólk sem starfar í heilbrigðisþjónustu á það að bera kostnaðina þessu með enn frekari veikingu þjónustunar. En að þú segir að opinberir starfsmenn búi ekki til verðbólgu og ekki að bera byrðarnar af erfiðleikum í hagkerfinu. Þá það eftir sem áður, það svona trú, þið nefndu viðskiptaráð áðan, það þeirra trú að peningar sem að fara í opinbera rekstur séu svona hálf tapa féð, það sé miklu betra að skilja það eftir hjá einkaaðilum sem að munu ávaxta féð og þannig muni samfélagið okkar lyftast og eflast. Þess vegna eigum við að heldur að draga úr framlögum til hins opinbera. Þetta margir flokkar sem að hafa raunverulega þessa línu. Það sjálfstæðisflokkur, það miðflokkur, það Viðreisn, svona hálfuleiti Framsókn og hálfuleiti Flokkur fólksins. Þannig að þetta eiginlega meirihluti á þingi fyrir því að ekki hækka skatta og að draga úr opinberri þjónustu. Ekki? Sko ég var að segja mér frábær hugmyndtegur að leggja til lög að pólitíkusar eiga að fara að tala á föstu verðlagi og í prósentum og eitthvað. Því að það ekki hægt að skilja þessi skjöl sem koma frá ráðuneytinu. Þetta verður alltaf að vera verra og verra. Þetta versnar mjög hratt sko. Það sem þeir velja sér bara hvort það sé að vera að tala 1 ár eða 4 ár eða 10 ár eða...
Ég var mikið í gær sko þegar ég var að skoða þetta, reynum þetta paufast sko, er þetta fast verðlag eða er þetta verðlag, þú veist hvaða verðlag? Það er ekki hægt að skilja. En það sem að sko, við erum að ræða aðhald og svo framvegis. Sko, við hjá Visku gerðum könnun í byrjun árs meðal okkar fólks, svöruðum 500 sérfræðingar hjá ríkinu viðhorf þeirra til hagræðingar og þá kemur ljós að 9 af hverjum 10 eru fylgjandi því að stuðla einhvers konar hagræðingu, nefna innkaup, tækni og svo framvegis. Og í sögum þess að fólks kemur fram til dæmis að þau fái ítrekkað í kringum fjárlögin boð flata hagræðingarkröfu frá ráðuneytunum sem þekki ekki til stofnanna og svo framvegis. Það er endalaust einhvern veginn verið að gera kerfið kaotískara. Það er ekki verið að horfa til lengri tíma og því að sko fólkið á hvort sem er í spítölunum, í háskólunum, í ráðuneytunum, það þekkir rosalega vel hvar er hægt að ná fram hagræðingartækifærum og þau eru fjölmörg og ég vonast bara til að ríkisstjórnin sko eigi í svona skilvirkara samtali við stofnanirnar og gerir langtímaplan og í guðana bænum ekki fleiri hópa og nefndir, ég verður að vera ósamlegar þar að einhver leiti Sigríður sko. Hvað var þetta hvað? Var ég að leggja til hópa og nefndir? Hún var að kvarta yfir að hafa setið húsnæðisfundi þar sem að var bara Groundhog Day, alltaf verið að tala um sömu hlutina. Já, en það sko, við vitum alveg sem er heilbrigðiskerfi, það vantar eitthvað 2% landsframleiðslu í viðbót þannig og við erum alltaf að tala um fjárþörfuna en þá það líka bara að fara heildar endurskoða kerfi og horfa til lengri tíma. Ja, en Viljám, leið og ykkur segir þetta að vantar 2% inn í heilbrigðiskerfið, þá kemur ykkur fram og segir já það er nú bara þessi og þessi og þessi og þessi inn í kerfinu sem við höfum sagt að það er en að við leysum þetta ekki með peningum. Það þarf að vera ykkur grundvallarbreyting inn í kerfinu. Og þá setjum við uppi með fullningu vanti peninga og að það vanti peninga þess ekki málið og stjórnvöld er í skjólinu á milli og það er eiginlega ekkert gert sko. Já, en hvað... Þetta er svo að líka bara í einhverjum ágreiningi í samfélaginu. Ég vil minna á það, Willum Þór Þórsson, þegar hann var heilbrigðisráðherra, þá voru þessar hugmyndur þessar miklu óstjórn á Landspítalanum og hann setti sérstaka stjórn yfir sjúkrahúsi sem átti nú heldur betur og kallaði til Björn Sóuka fyrir forstjóra og þarna átti nú heldur betur. Ég veit ekki til þess að það hafi breytt miklu fyrir rekstur sjúkrahúsins. Það væri bara áhugavert að vita hvað En af hverju tekstu okkur ekki að búa til langtíma sín? Það er kannski svona ákveðin spurning. Ég meina eins og eitt mann sem sagði, var eitthvað að tala um svona vinstrimenn, að vinstrimenn ætti ekki að lenda í þeirri grifju að vera alltaf að verja sko ríkisútgjöld. Þegar eitthvað kröfu hægri manna sparnað og tiltekt og allt þetta. Það væri svona, þetta væri gildrað fyrir sem að vinstrimenn gengu í. Hann sagði, sko, menn ættu bara að samþykkja það að svona taka allavega 5% af ríkisreksturum á hverju ári og bara endurskoða hann. Betur þurfum við Hafrannsóknastofnun, er hún rekin með réttum hætti og svo líða bara 20 ár og þá fyrir við aftur Hafrannsóknastofnun og í þessari púlju þannig að þá er bara alls konar og þá er það líkt því sem þú ert að tala sem er líklega þá ykkur greining á því sko, hvernig er best að reka Hafrannsóknastofnun. Getur vel verið að við þurfum að auka fjárfestingu þarna í einhverjum tölvubúnaði og eitthvað fleira sem að leiði til sparnaði til lengri tíma sem er ákvæðan sem engi getur tekið þegar krafan er bara 2% flata niðurskurð. Þú getur aldrei tekið sko svona gáfulega ákvörðun rekstur til lengri tíma. En það er líka annað þarna sem... Því þú veist líka að þú fær 2% næsta ári. En það er hvati líka, svona hvata leysi innbyggt í rekstur stofnana. Ef þú ert rosalega fær fjármálastjóri eða forstjóri og þér tekst að reka stofnunina miklu meira lín en fjárlögin gerir ráð fyrir. Men haldur upp í þjónustustigi, þá kemstu fljótt að því að það skiptir engu máli. Nei, þú fær bara minna næst. Já. En mér langar að segja, ég held að það sé engin á móti því að það sé endurmat á útgjöldum hins opinbera. Ég meina það er hagsmunir okkar allra að skattfé sé vel varið. Skattar eru takmörkuð auðlind eða ég meina það er ekki eins og við höfum endalaust af þeim og allt og lítið eða það er nú ekki mikill vilji til að leggja þá á heldur. En ég held að sko við sem að gætum hagsmuna fólk sem starfar á opinberum vinnumarkaði, við bara hvetjum til þess að það sé farið onni í sauman af þessu og að starfsfólk sé virkir þáttakendur í því, þú veist, hverjir eru það sem að, þú veist, það er auðvitað oft gott að fá einhver gests augu en svo eru líka þeir sem að vinna í starfinu sem að vita hvernig
málum er best háttað. En ég verð að koma hérna því félagar okkar frá almenna markanum eru ekki hérna. Og það er náttúrulega, það sem er gleðilegt að það er loksins að koma breytingar á örorkulífeyriskerfinu. Og það er búið að standa til, ég meina þetta er búið að vera vinna í á annan áratug að breyta þessu kerfi. Nú er loksins búið að gera það. En það sem náttúrulega vekur sko mikla úlfúð innan hreyfingarinnar að þau sem eiga fjármagna þessar breytingar eru lágtekjufólk. Það er annars vegar og nú kemur að því að það, ef þú ert í lífeyrissjóði, það er mismunandi líkur á örorku fólk sem er í lífeyrissjóðum. Til dæmis dæmi eitt er Gildi sem er stór lífeyrissjóður láglaunafólks. Það er mikil svokölluð örorkubyrði. Ríkið greiddi. Erfiðisvinnustéttirnar sem fólk það er fólk sem er líklegra til þess að lenda í veikindum eða slesum út af vinnu sinni. Og þetta eru sjóðirnir sem að verða verst úti, eru sjóðir láglaunafólks og sjóðir til dæmis Brú sem er sjóður sveitafélagana, fólks hjá sveitafélagunum og það er mjög mikið af konum í láglaunastörfum. Ríkið greiddi inn ákveðna fjárhæð árlega til þess að jafna þessa örorkubyrði milli sjóðana. Nú er verið að hætta því sem mun leiða til skerðingar sem mun geta leitt til þess að ellilífeyrir lágtekjufólks skerðist úr sjóðunum þeirra og það er sem sagt hluti af því að greiða fyrir örorkulífeyriskerfið og svo á að sækja 6 milljarða inn í atvinnuleysistryggingakerfið með því að stytta atvinnuleysistímabilið án alls samráðs við verkalýðshreyfinguna á tímum það sem að fólk býr við, það sem er meiri breytileiki á vinnumarkaði, fólk er með minni vinnumarkastengdri, þú veist það er að breytast störfin, það er svona gerjun á vinnumarkaði þannig að það er meiri óvissa, þannig að það er verið að draga úr öryggi launafólks og atvinnuleysistryggingar eru tryggingar sem þú ávinnur þig með vinnumarkastáttöku og þetta er náttúrulega eitthvað sem sko vekur mikla úlfúð að það sé fólk sem er atvinnulaust eða lágtekjufólk sem á að bera kostnaðina þessu leiðu þetta. Þetta eru umtalsverðar Þetta eru 6 milljarðar í atvinnuleysistryggingakerfinu og meira en það í jöfnun á örorkubyrði. Þannig að þetta eru og breytingin á kerfinu kostar mér veist maður nú sjá þetta eru 18 milljarðar eða eitthvað slíkt. Já, á ári. Það tökum það fram núna. Og þarna er líka eitthvað og þetta er atvinnuleysistryggingakerfið var sett á fót af verkalýðshreyfingunni og síðan kemur ríkið inn í og tekur yfir og umsýslu þess en það eru aðilar vinnumarkaðarins sem að eiga, þetta er svona eignarhaldið á kerfinu er þar. Þetta er kannski pólitískasta ákvörðunin í þessu fjármálaráði. Það er að þá að bæta kjör tekjulægsta fólksins sem eru öryrkjar. Og það var að gera það með því að sækja fé til lágtekjufólks. En ekki að sækja fé til fjármagnseigenda eða fyrirtækja. Já, og mér finnst líka núna sko talandi að því að Vilhjálmur talaði aðeins eignaskatta sko, ég held að sko það er vaxandi eignaójöfnuður á Íslandi. Við innleitum eftir hrun auðlegðarskatt tímabundið sem skilaði umtalsverðum fjármunum. Það er bara eðlilegt í nútíma samfélagi sem að er svo eftir sko ég meina eigna ójöfnuður er það mikill að það er eðlilegt að þeir eigna meiri og þá erum við að tala stóreigna fólk, ekki fólk sem á einhverja fasteign og sumarbústað, heldur bara fólk sem að virkilega á miklar eignir greiði einhverja hlutel til samfélagsins út af því. Eins og það sem eru eignaskattar þá er það kannski miðað við 250 miljón krónar hreina eign eitthvað svoleiðis það sem að eignaskartur er byrjað að leggjast á. Þannig ef ykkur að hlusta á okkur á innan við 250 miljónir hreina eigna þá erum við ekki að tala að skattleggja hann. Nei, og við erum líka eins og með erfðafjárskatt. Og líka, ég taka það fram að það sem er lág fjármagnstekjuskattur, þá er oft eignaskattur. Það sem við erum hvorki með eignaskatt, við erum ekki með eignaskatt, en hins vegar lægsta fjármagnstekjuskattin á Norðurlöndum sem er svolítið sérstakt. Það er ekki eignaskattur allstaðar á Norðurlöndunum, en þá er fjármagnstekjuskattur yfirleitt hærri. Af því að einhver leyti spilar þetta saman, af því að eignaskattur er náttúrulega sumuleyti bara aðferðið að taka eins og 10. gamla var og dugði okkur ágætlega öldu saman. Það var eignaskattur en var að hugsa sem tekjuskattur, þess að tekjur af eignum. Það var bara lagðar á eignina sjálfa, 10 af 10. En það er líka sko að því að, og það er kannski, auðvitað er það þannig sko, við erum
maður getur verið hlynntur skattahækkunum sem að snertir ekki mann sjálfan, þú veist, fólk vill ekki skattahækkanir, sko, svona megin þóra. En haldið að fólk vilji opinbera þjónustu? Já, það er nefnilega, sko, og ég held að fólk vill líka réttlæti í því hvernig innheimt að það sé, sko, að þeir sem að breiðustu bökin hafa leggi meira til og þá býrðu líka til, sko, miklu hversu stór hluti af tekjur ríkisins kæmi frá tekjuskatti, fyrirtæki, fjármagnstekjuskatti og þú nefndir að þetta var ekki stórar, þetta væri kannski ekki stóru upphæðirnar, en þú sagðir að það væri réttlætismál. Hafið þið svona trú á því að aukin ójöfnuður í samfélaginu sé að svona grafa undan tilfinningu landsmanna fyrir að sko kerfið sé réttlátt? Já, sko, tvímælalaust. Sko, eins og aftur með þessi 40% reglu af landsframleiðslu sem að þarf til að viðhalda velferðarkerfum. Sko, mér finnst ekkert markmið til lengri tíma að auka þetta hlutfall eitthvað mjög mikið. Og ég hugsa að vera ekkert sátt það, en það þarf hins vegar að tilfæra aðeins sko frá þessum breiðustu á þessi breiðustu bök, eins og gert núna með meiri skattlagningu á útgerðina. En þetta hefði ekki verið gert, þá hefði óhjákvæmilega þurft að hækka tekjuskatta eða virðisaukaskatt og svo framvegis. Ég veit aldrei erfitt, sko, orðið réttlæti, það getur verið aldrei svona afstætt dæmi. Það er nú frægt að sko hagfræðingar töldu sér ekki þurfa að nota þetta hugtak áratugum saman. Já, en ef við tölum réttlæti, sko, stóra óréttlætið á öllum Vesturlöndum og eitthvað sem ég held að muni sko leiða til bara kollvörpunar í Evrópu staða unga fólksins, gagnvart húsnæðismarkaðnum út öll lönd og það tengist því að miklu leyti að húsnæðisvandinn orðin sko meira eftirspurnarvandi heldur en framboðsvandi eins og hérna á Íslandi. Fólksfjölgun einfaldlega bara allt og mikil hérna og það hefur verið í krafti ferðaþjónustunnar, hvernig hún opererar og það líka vegna flóttamanna og svo framvegis. Og fyrst og fremst þessar stóru ákvarðanir varðandi Venezuela og Úkraínu. Já, og hvað á að gera fyrir unga fólki sem horfir núna fram á að íbúð kostar kannski 11-falt á við árstekju þeirra. Þau eiga bara ekki séns. Og þetta stóru uppgerð sem ég held að verði bara í pólitíkinni allstaðar næstu 5 árum. En við sjáum að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun var með skýrslu fyrir hvað, ég held að kannski það hefur verið í þar síðustu viku. Þá var þetta eitt graf sem að sýndi hlutfall launa og íbúðaverðs og hversu hratt það hafði eyðilagst raunverulega þetta hlutfall. Svona frá 2004 þegar 100% lánin eða 90% lánin og innrás bankana inn á húsnæðislánamarkaðin kom. Að þá fór þetta, ég held að það verið svona 70 enda í 120 sem náttúrulega algjör umbreyting á sko byrði húsnæðis fyrir venjulegt launafólk. Það er bara verið umturnun. Hvað miklu meiri þyngd, þetta allt tal skattahækkanir og eitthvað verið hjáróma við hliðin á því hvað sko húsnæðiskostnaðurinn hefur vaxið mikið og grafið undan bara lífskjöru fólks, bæði svona hugmyndunum að lífskjöru mín geti batnað og svo náttúrulega hefur þetta þau áhrifin í kynslóðunar að kynslóðunar sem koma eftir breytinguna inn, að þær að ganga inn í heim sem að allt annar heldur en eldra fólk ekki inn í þegar það var ungt. En ég held líka sko í þessari umræðum opinberu fjármál, við erum að blanda okkur í hérna fulltrúa launafólks, auðvitað fólki sem ég vinn fyrir starfar inn í þessum kerfum, þannig að maður vill að þau séu vel fjármögnuð, en fólkið bara almennt, þetta fólk, sama fólk og aðrir á Íslandi nota þessi kerfi og það kannski einmitt, eins og þú segir, við erum ekki að tala skatta eða þú veist, það þarf að fjármagna þau, en við þurfum líka að tala sko hvaða máli skipta þessi kerfi. Þetta sko grundvöldu, sko almennileg opinber þjónusta, gott menntakerfi, heilbrigðiskerfi og félagskerfi eru sko grundvöllur fyrir félagslegan sko samheldni og þú eykur öryggistilfinningu fólks, þú kemur í veg fyrir að jaðarsetningu, þetta svo mikið, sýndu mér þessi kerfi og þá getur þú sagt hvers konar samfélag fæða þau af sér og eins og við sjáum núna við ræddum sem mjög mikilvægt skref ríkisstjórnarinnar að stíga inn í þá stöðu sem uppi hjá börnum sem að eiga í erfiðleikum. Hvers vegna og af ólíku, þessir erfiðleikar af ólíkum toga spunni og
Ég held að þú veist, þeir foreldra sem að takast á við vanda hjá börnum sínum og unglingum og koma allstaðar að lokuðum dyrum. Fólk sem á aldraða ættingja sem að þurfa miklu meiri þjónust en þau er að fá koma allstaðar að lokuðum dyrum. Núna síðast, ég meina maður hugsaði þó alltaf, þú kannski kemst ekki endilega auðveldlega til heimilislæknis, en ef þú verður alvarlega veikur þá færðu góða þjónustu. Nú bara er fólk að reka sig á það að það kemst ekki á réttum tíma í meðferð gegn alvarlegum krabbameinum. Smám saman er að móla undan þessu. Við eigum við eigum gott kerfi og það er fullt af ótrúlega góðu fólki sem starfar innan þessara kerfa. En við erum komin á hættulegan stað með vanræksláði. Kannski það er pólitískt markmið að fólk segi, ég er búin að borga skatta allar mína hundsokkata tíð og svo þegar ég þarf á kerfinu að halda, þá er ég bara henda eitthvað afstæðst ykkur biðröð, ég vil bara lægri skatta, svo ég geti þá bara haft möguleika að kaupa mig bara fram yfir röðina eða með einhverjum hætti. Það getur verið þannig. Og annað sem myndi eftir í huga verðandi að þeir eru að tala um skatta. Það er stundum verið að tala um að okkur hætti til þess að flytja inn pólitíska umræðu frá Bandaríkjunum, ekki svona menningarstríðunum að öðru slíku. Að sömuleit er þetta að vilja ekki hækka skatta er náttúrulega innflytningur frá bandarísku stjórnmálum. Það sem að veruleikin er náttúrulega allt annar. Það er skattanir fara ekki í því að tryggja mér heilbrigðisþjónustu. Því það ger ég í gegnum þegar ég ræði mig til vinnu einhvers staðar, ef ég er svo heppinn að ég fái sjúkratryggingar þar. Það er ekki til þess að byggja upp félagslegu kerfin og annað slíkt, þannig að það sem að ég borga með skottunum mínum þar er kannski eitthvað miklu meiri óþarfi eða sérkennilegi hlutir. Það snýst ekki að tryggja mér öryggi í samfélaginu eins og er hér. En eftir sem áður, þótt að veruleiki í hvað skattarnir fara þar í Bandaríkjunum, þar sem að við endrómar alla stjórnmálumræðin, endrómast hingað, og hér er bara svo gerólíkt að stundum veltum með fyrir hvernig stendur á því að menn koma hingað inn í pólitísku umræðu og tala eins og bandarískur stjórnmálamaður sem segir að þetta verður bara að lækka skatta, vegna þess að skattanir þar fara svo litlu leyti í því að tryggja öryggi fólks af mjög lítið í sambandi við eftirlaun eða örorku. Það eru fáir sem að njóta sjúkratrygginga í gegnum opinbera kerfið eða eftirlaun í gegnum opinbera kerfið, þannig að það er bara allt annar raunveruleiki getur hér. Þannig að krafan ekki skatta hér er náttúrulega bara niðurbrot á velferðarkerfinu sem getur vel verið að sé allt annað upp á teiningunum þar. Ég verð bara mikið taka með skatta vegna þess að ég þarf sjálfur að fjármagna nám barnanna mína, ég þarf sjálfur að fjármagna heilbrigðisþjónustuna mína, ég þarf sjálfur að eiga fyrir efri árunum því það kemur ekki gennum skattana. Þannig að stundum veltum við fyrir sér að þessi einhver skekkja í pólitísku umræðu í Íslandi að hleypa þessum hugtökum og þessari svona orðræðu í gegn án andmæla. En að því við erum núna að ræða svona fjárlega frumvarpið, en svo vil ég bara segja, ríkisstjórnin boðar hér vaxtaplan og atvinnustefnu og þar er forsætisráðherra mjög, veit ekki hvernig á ég að orða þetta, það er bara mjög skýr í sínum áherslum og þetta er mjög mikið fagnaðarefni, það sem hún einmitt bendir á og er mjög ákveðin með, hið opinbera er náttúrulega grundvöllur af því að móta stefnu hvert þú vilji fara með hagkerfið. Þú ætlar ekki að ákveða hvaða fyrirtæki fá að lifa og hvaða fyrirtæki deyja, en þú ætlar að skapa umgjörð sem gefur þeim tækifæri til þess að byggja upp atvinnustarfsemi sem að er innan þess sem er talið gott fyrir samfélagi. Það sem þú ert að auka framleiðni, það sem að þú ert að viðhalda jafnvægi, hvort sem að það er samfélagslega, efnaðslega eða umhverfislega. Og þetta finnst mér til dæmis mikið nýmæli og vera þessari ríkisstjórn til mikil sóma, að það er verið að marka stefnu og það er gert kynróðalaust með því að tala grundvallar hlutverk hins opinbera í uppbyggingu innviða og reglusetningu og slíku. Þannig að það er gríðarlega, þó það sé ekki en það getur verið jákvæðar aðgerðir. Gríðarlega jákvæð stefna. Það getur verið jákvæðar aðgerðir sem eru íta undir uppbyggingu atvinnugreina. En það getur líka verið að hætta að íta undir uppbyggingu annar atvinnugreina sem að eru ekki mikla framlegð, fjölga láglaunastörfum, veldur hér miklu innstreymi fólks sem reynir mjög á
kerfin okkar. Það er Þú sú nefndir stefna sem Vilhjálmur við- að það er setja stefnan sem við frekari vorum skatta með. á ferðaþjónustuna. Það væri atvinnustefna að segja að við getum ekki farið lengra með þetta, við erum að setja aðeins svona hönd ofan á þetta. Þú veist, til dæmis bara gistinætur per íbúa árunu 24 voru 25 á Íslandi sem er langmesta innan Evrópu. Við erum bara komin á hvernig svona sjálfbærnimörkum hvað var að ferðaþjónustuna og sko ef við ætlum að byggja hana áfram á fjölda þá mun það bara fara að kosta meira en það skapar og það er það sem er náttúrulega undirliggjandi að því að virðist hjá ríkisstjórninni er líka bara að fara aðeins að taka samtal ferðaþjónustuna en í öllum þessum kerfum, hvort sem það er engamarkaður eða opinberi markaðurinn við virðumst aldrei geta rætt sko forgangsröðun og einhvern veginn tekst okkur ekki að ná þessari sátt samtryggingun og samneysluna eins og til dæmis Svíum og Norðmönnum. Sko Svíjar og Norðmenn, þeir virðast geta náð miklu betra samtali forgangsröðun, til dæmis í heilbrigðiskerfinu. Hort núna 20 ár fram í tíman, þá mun þjónustu þörf sko með hagvexti aldri og svo framvegis í heilbrigðiskerfinu aukast verulega. Það verður að taka erfiðar ákvarðanir forgangsröðun til að viðhalda þessu velferðastigi. Og það verður bara allir að taka þátt í samtalinu, verkalýðshreyfingin, atvinnulíf og svo framvegis. Við erum bara svo lítið land að ég held stundum að við komum okkur ekki saman neitt sko. Nei. En svo oft vill vera það í smærri hópum. Það er oft meiri ágreiningur því sem hópurinn er smærri. Þá getur við verið bara einn eftir. En aðeins að því að ríkisstjórnin og fjármálaráðherra eru að ávarpa Seðlabankann, bara í helmingnum af því sem við erum að segja. Og hugmyndin virðist vera svo að vextir eru háir vegna þess að ég bara veit ekki af hverju. Það voru hóvara launahækkanir en það er verðbólgan er 4,2% eða komin niður í 3,8 reyndar. Það við vorum með fréttir um daginn að það leit út fyrir að verðbólgan myndi hækka í Bretlandi upp í 4% og þeir ákvaða að lækka vexti. Við erum með hæðsta raunvaxta stýrivaxta í heimi. Það er 4% orðin næstu því. Og Seðlabanki vill bara halda þessu og hann segir ekki alltaf lækka þetta ekki á þessu ári og líklega ekki á næsta ári því að býða til að verðbólgumarkmiðin komið niður í verðbólgumarkaðin sín sem eru 2,5%. Þannig það er ekki von til þess en samt tala ríkisstjórnin eins og það að minnka hallan á ríkissjóði og mögulega mun hann bara hverfa þessi 15 milljarðar ef að heldur áfram að verðbólgan er meiri heldur við gerum ráð fyrir þá hverfur þetta bara í einhverju fróðu sem kemur út af auknum tekjum. Af hverju hafið þið trú á því að þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar leiði til þess að Seðlabanki muni lækka vexti? Því að það er látið þannig en ég hef ekki var Seðlabankinn að kalla eftir aðhaldi í ríkisvexti. Hann hefur nú gert það en ég held að það sé náttúrulega húsnæðismarkaðurinn sem að skiptir máli þarna og við sáum ekki margar aðgerðir þar við sáum svona bara Já, en ég held að við erum í þessum vanda að verðbólga rauk hér upp úr öllu valdi og við höfum búið við það orðið þó nokkur árabil að vera með tiltrúlega góðan verðstöðuleika og verðbólga við fundum það náttúrulega bara öll að hún er ekki eitthvað ástand sem þú vilt búa við og ég held að bankinn sé bara í smá vandræðum. Verðbólgan er fyrst og fremst vandi, svona sértakur vandi á húsnæðismarkaði. Já, en ég meina matvælaverð hefur líka hækkað umfram, ef við segjum að verðbólga hafa hækkað 3,8% undanfarið ár, eða verðla hækkað, þá hefur matvara og húsnæði hafa hækkað umfram það sem eru stóri liðir í neyslu heimilanna. Sérstaklega lánanafólks, það sem eiga öllu sínu peningum í húsnæði og mat. Já. Þannig að þau lifa með miklu hærri verðbólgur annars þar. En ég er bara að tala þessa háu vexti að ef þú tekur húsnæðisliðin í burtu, þá er verðbólga hér ekkert stórkostlegt vandamál. Ég er búin að lifa svo lengi, ég hef lifað við hærri verðbólgu þetta og við vorum með mikla verðbólgu hér á 8. áratugnum, það var mikill uppbyggingatími og það voru stórkostlega breytingar á bara lífskjörum almennings á þeim tíma þetta væri verðbólga. Ég bara velta fyrir mér, er það þess ríkisstjórnin er að ávarpa Seðlabankann sem heldur uppi hæstu raunvöxtum stýrivaxta í heiminum. Hafið þið trú á því að ríkisstjórnin fríði Seðlabanka með einhverjum hætti þannig að ákveður að flýta
lækkun vaxta einhverja mánuði eða, og það þess virði? Ég meina, engin til í að gagnrýna þessa stefnu Seðlabankans? Að halda hér uppi 4% raunvöxtu sem þýðir það að ef ég fer að koma mér húsnæði, tekja lán hérna út í banka, ég verð að borga 7% raunvexti. Ég meina, ég get það ekki nema ég bara fara að flytja inn kókaín eða eitthvað. Ekki 7%, já. Jú. En minna það ekki, Seðlabanki metur náttúrulega áhrifin fólk að borga 11% raunvexti að yfirdrætti. Já. Það margir með yfirdrátt. 11% raunvexti. En þetta kannski fyrst og fremst að vera að reyna að tala inn í verðbólguvæntingarnar sem að hafa bara verið viðvarandi of háar. Eins og þú bara nefnir, verðbólgan fyrst og fremst vegna misvægis framboðs og eftirspurnar á húsnæðismarkanum og getur verktakana til að viðhalda verðinu fram í það óendanlega og svo það þessi fákeppnisálagning sem myndast á helstu mörkuðum eins og í matvörunni. Og það engar aðgerðir hjá ríkisstjórninni sem hafa áhrif á þetta, En þetta voru að lækka matarskattinn. Voru að lækka matarskattinn? Helming, ég held að verið samtitt að gera það í 3 ár. Og Svíarnir kölluðu líka alla forstjóra stórmarkaðana á teppið og skammaði það fyrir okkur. Þetta verður að fara saman því að á fákeppnismarkaði þú fyrir að lækka matarskattin þá getur bara verið gjöf til einokunarfyrirtækja. Já, það mjög varhugaverð þó að manni finnst það jákvætt á borði þá getur það, og málið líka þegar að því það var svo mikið talað þjóðarsáttarsamninga og það var hér, ég meina verkalýðshreyfingin sýndi gríðarlega ábyrgð í síðustu kjarasamningum til þess að leggja sitt að mörkum. En í þjóðarsáttarsamningunum á sínum tíma, sem voru nú mun styttri samningar, þá var verðlagseftirlit gríðarlegu lykil þáttur í því. Við erum með við erum með svo veikt samkeppniseftirlit, við erum með verðlagseftirlit, mjög veikt verðlagseftirlit og það aðalega hjá ASÍ. Það ekki sem hefur dregið til þess fram að styrking krónunnar leiðir ekki til lækkunar að verði hér. Nei, og það kemur til að miklu leyti til út af mikilli fákeppni. En ætti ríkisstjórnin ekki að vera í sértækum aðgerðum við að ráðast á okrið, ráðast á sérstaklega hækkun matvöruverðs, ráðast á húsnæðisvandann, í staðinn fyrir að vera með almennar aðgerði við að skila meiri afgangi til að friða Seðlabankann og verðbólguvæntingarnar til lengri tíma? Jú, ég meina það þarf náttúrulega miklu, það nú búið að tala lengi eins og opinbert eftirlit sé slæmt og talað eftirlitsiðnað sem líka ótrúlegt hugtak af því þetta eru stofnanir sem hafa það megin hlutverk að gæta almannahagsmuna og það sé, og þú veist, maður myndi vilja sjá sterkara samkeppniseftirlit, sterkari neytendavernd og ákveðnari skref í húsnæðismálum, en ég ætla samt að segja eins og með húsnæðismarkaðinn, það hafa verið stigin-skref, þessi ríkisstjórn, þetta tekur allt, þetta markaður sem tekur rosalega langan tíma að hreyfa og þau hafa núna haft frá því í janúar, nú þau komu náttúrulega ekki inn að götunni, Nei, en nú þurfa að fara að koma einhverja svona sína á spilin með hvað þau ætla að leggja mörkum til þess að flýta fyrir íbúðauppbyggingu. En ég meina þetta það ekki eins og ríkisstjórnin vandinn sem til staðar sé adressaður að fullri alvöru. Já, en ég meina en húsnæðismálin eru náttúrulega líka, ég meina þetta stóra málið hjá sveitarfélögunum. Þú veist, við getum hort til ríkisstjórnina, það búið að móta stefnu, það búið að fjármagna þau stuðningstæk eða húsnæðisúrræði sem aðeinar hafa komið sér sammála að séu jákvætt að auka hér og styrkja til framtíðar, en það sveitarfélögin, þessi uppbygging þarf að gerast í sveitarfélögunum. Sveitarfélögin, ríkisstjórnin getur lítið gert ef að hér stjórnir stærstu sveitarfélag, þá ég ekki að tala Reykjavík, en hérna í kraganum eru bara ekki tilbúin til þess að spila með. Þannig að það þetta náttúrulega, og það kannski vandinn með húsnæðismarkaðinn að það ekki quick fix og það eru margir aðilar sem að þurfa að keyra eftir sama plani og taka ábyrgð á markaðnum.
Já, en það verður þá að vera aðilar sem að hafa sýnt að þið geti gert það, eða svo ekki, eða sveitafélögin hér í kring, verktakafyrirtækin og fleira eru ekki að byggja húsnæði sem vantar, það verður bara einhver annar að gera það. Nei ekki? En nú samt verið að hefur verið að byggja, sko, það hefur verið í sögulega hámarki, sem sagt, svona nýtt frambóð á húsnæðis bara síðustu misseri. Þú veist, það ekki, þú veist, byggingariðnaðurinn er að operera á fullu. En það, þú veist, þegar... Þetta íbúður aðtekið til almennings. Já, en þegar sko, við erum búin að sjá ár núna undanfarið eins og 23 sem að með minni númer 2 í 350 ára sögu manntalsskráningar í fólksfjölgun. Það verður að fara að adressa fólksfjölgunna á hverjum byggir og það eru hins vegar aðgerðir líka sem að ríkisstjórnin er búin að boða sem eru svona ákveðið quick fix, taka á Airbnb, tómthússkatt og svo framvegis. Ég heldur munum bara aldrei geta keppt sko við þessa fólksfjölgun og það spila þá kannski líka inn í atvinnustefnuna. Svo ákveðin tregða sem eru það að nú eru íbúðir sem seljast ekki, en það leiðir ekki til verðlækkunar. Nei. Því að bankarnir og verktakafyrirtækin í sameiningu svolega vilja ekki verðlækkun, þannig að bankarnir eru fjármagna það að íbúðir sé geymt án þess að vera seld lengri tíma. Frekar þetta að lækka, það verður að endurskoða efnahagsreikninga allra verktaka og húsnæðisfélaga. Þannig það tregða í markanum að leyfa markanum að finna jafnvægi. En það mjög mikill fjármagnskostnaður til lengri tíma á svona háu raunvaxtastígi. Það eins og bankarnir séu til í að fjármagna það. Frekar heldur en að þrýsta á félögin að selja þær eignir sem eiga á því verði sem að markaðurinn eða almenningur til að kaupa. Og svo þekkjum við það líka að það eru stóri fjárfestar sem kaupir þetta bara til að geta geymt og selt eins og segir í lagi Megasafn. Það og við sjáum það líka frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun hversu stór hluti af nýjum húsnæði fer til þeirra sem að kaupa sér raunverulega sitt heimili. Sá hluti alltaf minn og minni sem að við erum að fara úr einhverju svona séreignarstefnu yfir í leiguliða stefnu mjög markvissum hætti sko. Þetta allt stór mál Já, og það væri gaman Já. að í kringum fjárlögin að við værum að ræða svona grundvallaratriði eins og þetta með húsnæðismarkaðinn og vextina og hvernig ríkisstjórnin bregst við verðlagseftirliti og það eru ríkisstjórnir í kringum okkur sem að hóta einkafyrirtækjum ef að verðið lækkar ekki menn hafa gert þetta í orkumálum og fleira þar sem eru bara þeir sem eru að selja inn í orku eru bara hótað að ef að verðið lækkar ekki þá munum við bara setja fastverð saman með húsaleiguverð þannig við sagt bara þak eða takmarkanaðu hvað getur að hætt það svo okkar stjórnvöld séu mjög treg til svona aðgerða en gaman að fá okkur Sigríður og Vilhjálmur hagfræðingar opinbera geirans Takk. En við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið, við ætlum líka að ræða fjárlögin í framhaldinu næstu daga en hérna framöndan eitthvað allt annað Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarsinni sem staddur út í Bangkok. Komdu sæll. Við nú rættum svona það breytingar sem eru að verða í heimsmálunum, í heimspolítíkinni út frá ýmsum sjónarhorni. Mér langar núna að við myndum dvelja aðeins í Evrópu og hvaða áhrif breytt stefna Trump hefur haft á Evrópu. Það annars vegar það náttúrulega tollamálin, það sem að hann hefur fengið Evrópusambandið til þess að gangast við 15% tollum og tollfrelsi til Bandaríkjanna inn í Evrópu og hann hótandi einhverjum aðgerðum til þess að hindra það að Evrópuríkin séu með einhverja kvaðir á alþjóðlegu eða tæknir í svona bandarísku
Þannig það svona viðskiptarlegt sjónarmið. Hann líka með kröfu það að 5% þjóðarframleiðslu ríkjanna fari í hernað og að stór hluti þeirra fari í að kaupa vopn af Bandaríkjunum og það má skilja sem svo að það sé skilyrði þess að Bandaríkin séu inn í NATO, að séu tilbúin að verja Evrópuríki, að þau raunverulega kaupi vopn og flýti raunverulega fé frá Evrópu til Bandaríkjanna og við nú oft rættum það hvort að þessi kvöð að eyða 5% af landsframleiðslu í hernaðar og uppbyggingu og varnarmál, hvort að það mun ekki umbreyta þá hafa Evrópuríkin bara fallist á þetta meir og minna, þótt að Spánverjar og fleiri hafi svona maldað í móinn og ég held að Ítalir hafi líka gert það, ekki Ítalir líka þeir myndu allt þetta. En á sama tíma að þá erum við með Úkraínu stríðið, þar sem augljós ólík sjónarmið að Evrópuríkin vilja raunverulega styðja Úkraínu þangað til að einhver svona sigur vinnist á vígvellinum eða svo staða komi upp að Evrópuríkin og Úkraína geti neytt Rússa að einhverjum samningum sem eru Úkraínu og Evrópu að skapi á meðan að Trump og ríkisstjórn hans virðist opnast fyrir það allavega annað slagið að gera einhver svona samninga við Rússland, hleypa þeim aftur inn í heimshagkerfið, hætta viðskiptaþvingunum vegna þess að það sem mikilvægara fyrir Bandaríkin að eiga gott samband við Rússland og ekki missa Rússland upp í fangið á Kínverjum sem að margir innan Bandaríkina skilgrina sem sinn helsta óvin til lengri tíma. Ef að þetta yrði þróunin að Bandaríkjamenn myndu leiða Rússa aftur að borðinu í G8 eða einhverjum slíkum stofnunum að þá gæti orðið svona vík á milli vina að hagsmunir Bandaríkjanna og Evrópu færi ekki saman, ekki bara í gagnvart Rússlandi, heldur líka gagnvart Kína, þar sem að Bandaríkjamenn hafa vilja á því að einangra Kína með einhverjum hætti í heimsakkerfinu, en ef að Bandaríkin eru að einhver leyti að fjarlægjast Evrópu, að þá vandséð að Evrópa hafi hagsmuni að því að fjarlægjast Kína á sama tíma. Þetta svolítið langur inngangur hjá mér, en þetta bara svo mikla breytingar sem að verða á tiltölulega skömmu tíma að mér datt ekki í hug að gera þetta með öðrum hætti heldur en að búa til þessa hlussu og rétta þér hana, Hilmar. Hvernig horfið þú á hvernig staða Evrópu að breytast í veröld Trump? Já, sko, staða Evrópu gagnvart þessum breytingum þarf ekki að hagsmunir Evrópu þurfi ekki að vera sömu og hagsmunir Bandaríkjanna til þess að Kína. Sko, Evrópa hefur mikla hagsmuni af því að stunda viðskipti við Kína og hefur grætt á því og Evrópa hafði mikið upp úr því að kaupa gas frá Rússlandi, það farið, sem hefur þýtt að Evrópa ekki samkeppnishæf eins og hún var og það sem við vekur athygli með Trump hvað hann beitir bandalagsríki sín mikilli hörku, bæði í Evrópu og Asíu. Að hann beitir þau mikilli hörku varðandi tolla og Evrópusambandi bara lippaðist niður og þannig að sko hann sýndi þeim mikla hörku, hann skilur það til lengri tíma litið, borgar sig ekki að vera í átökum við Rússland. Það verður miklu erfiðara að sætta sjónarmið gagnvart fyrir Evrópa sættast við Rússland heldur en fyrir Bandaríkin. Við sáum það bara í Alaska að Trump tilbúin að taka upp eðlileg samskipti við Putin hvenær sem hann bara tók mjög vel á móti honum og allt það. En það sem vekur athygli með Trump að koma svona mótsagnir að hann vill taka upp betri samskipti við Rússland. Hann lítur á það mikilvægara heldur en Úkraínu til lengri tíma litið, en svo setur hann vegna Úkraínu refsiaðgerðir á Indland sem mjög furðulegt að gera það vegna þess að Indland svo mikilvægt fyrir Bandaríkin. Þannig að maður sá það sko að Módi var komin að hitta Xi Jinping og Putin í Kína. Þannig að þetta svona svolítið mótsagnakent. En sko ef að Bandaríkin, svo eru Bandaríkin að setja þess að 5% varnarmála verklega landsfærum sem mörg Evrópuríki bara ráða ekkert við, að vísu á þetta að gerast á 10 árum. Þau ráða ekkert við þetta og þá spurningi hvað gerist ef að Bandaríkin, ef að tekst ekki. Náttúrulega við sem að mörg lönd náðu aldrei þessum 2% sem að talað var upprunalega. Þetta ekki lagalega bindandi, þetta ákveðna kvaðir og verið fylgst með þessu. En ef að Bandaríkin fara að draga sig út úr Evrópu eða minnka afskipti sína NATO, það getur gerst.
að þá getur skili leiðin milli Bandaríkjanna og Evrópu vegna þess að Evrópu getur farið að líta á Kína sem leið til þess að stunda viðskipti við Kína og hagnast á því. Og ef að Bandaríkin draga sig út úr Evrópu þá fara Bandaríkin að skipta bara miklu minna máli fyrir Evrópu. Ég maður bara þá tíð þegar ég var að sækja NATO-fundi 95-99, sko, þá var það bara þannig að Bandaríkin borguðu mest af þessu og þau réðu öllu og það virtist vera á þeim tíma að Bandaríkin sættu sig við það að borga mjög mikið, ráða öllu og hinir bara fylgdu með og borguðu einhvað en bara miklu minna. Núna sá tími liðin, ríkisfjármál Bandaríkjanna ekki í góðu lagi, skuldsetning í slæm. Þeir eru að vakna upp í vondan draumi að Kína orðið stærra hagkerfi jafnvel heldur en Bandaríkin. Það orðið mikið spenna og Úkraínustríðið orðið mjög dýrt og það engin leið virðist vera að enda það. Trump talaði um að enda það bara á einum sólarhring, jafnvel áður en þið forseti. En hann getur ekki endað þetta og bilið á milli Rússlands og Úkraínu, Rússlands annars vegar og Evrópu og Úkraínu alltaf að breikka. Það verður erfiðar að loka þessu gati á milli. Það alltaf að breikka samningsbilið á milli. Ég meina Bandaríkin hafa verið að reyna að koma með málamiðlanir en það hefur bara verið skotið niður jafn óðum. Alltaf þegar Trump talar um að afskrifa NATO, þá vitleysu sem eru stærstu mistök sem að hafa verið gerð mjög lengi í alþjóðasamskiptum þessi hugmyndum að Úkraína fari inn í NATO. Hann tilbúinn að afskrifa það. Það eru 17 ár síðan að tala um Úkraína fari í NATO. Afskrifa það, henda því og Krímskaginn farinn og hann byrjar að láta eitthvað eftir, ekki allt. Þá kemur leiðtilkynning frá Kíev að það kom ekki neitt til greina þessu. Og svo var nýlega framkvæmdastjóri NATO að segja bara Úkraína getur gert hvað sem er. Hún sovereign state, hún sjálfstætt ríki, hún getur gengið í NATO, hún getur gengið í ESB, gert hvað sem er. Og það má ekki breyta landamærum og Zelenský ítrekar það með ekki breyta landamærum. Þannig að þetta er voðalega erfitt að átta sig á því hvernig á að koma þessu stríði til enda. Og svo það líka hitt að Rússland að tala um friðarsamninga með svona 5-6 skilyrðum á meðan Evrópusambandið segir bara vopnahlé og ég var bara, það sem Kaja Kallas til dæmis segir þetta sko og svo alltaf sagt að Rússland hafi engan áhuga á friði. En það verið að tala algjörlega þvert á hluti, sko. Ég meina, Kaja Kallas sem tala fyrir hönd Evrópusambandsins á sömu blaðsíðu og Zelenský. Þannig að það er voðalega erfitt að átta sig á þessu og það er alveg ljóst að hvorki NATO eða Evrópusambandið hefur nokkra burði til þess að koma með nokkuð hlut til þess að ljúka þessu stríði og ná Úkraínu út úr þessu. Og öll vinnubrögð Bandaríkjanna, allt sem Bandaríkjanna gera skotið niður jafnóðum. Það ég að halda það að það komi að því að Trump fái nóg og dragi sig út úr þessu. Það er spurning hvað hann gerir með NATO. Já, það má greina ólík sjónarmið innan ríkisstjórnar Trump eða innan repúblikanaflokksins. Það annars vegar svona það sem þú ert að lýsa sem að maður gæti orða sem svo að það væri meiri hagsmuni Bandaríkjanna til lengri tíma að eiga vinsamleg samskipti við Rússland heldur en að verja stöðu Bandaríkjanna inn í Evrópu. Hins vegar eru önnur sjónarmið sem að til dæmis Lindsey Graham hefur haldið á lofti og ég nefni hann vegna þess að Þorgerður Katrín vísaði sérstaklega til hans og hún hefði væntingar að svona hans sjónarmið myndu verða ofan á sem að Bandaríkin eiga auka hörkuna í stríðinu, styðja Úkraínumenn meira, beita Indland og Kína hörðum refsiaðgerðum til þess að brjóta niður Rússland, til þess að sé hægt að sigra það og fá friðarsamninga og endalok stríðsins sem eru eins og Úkraínumenn og meginþorri Evrópuríkjanna vill. Þannig að það eru tvö ólík sjónarmið sem að virðist sem að Trump á mörguleiti virðist flakka á milli. Hann eina vikuna virðist hann vera öðrum megin og hina vikuna hann að bregðast við kröfum frá mönnum eins og Lindsey Graham. Þannig að það er erfitt að átta sig á hver raunverulega stefna á Trump? Hann skiptir skoðun á klukkutíma fresti. Sko. Ég held samt sem að hann hafi skilning á því að stríð í Úkraínu verða að ljúka og það verða að enda með málamiðlun. Það sem báðir aðilarnir hvorugur aðilinn fær allt sem hann vill en báðir aðilarnir fá eitthvað. En það sem vekur athygli sem tala um þessu ólíku sjónarmið að stjórnmálamenn
og greinendur sem að fjalla þessi mál, að þeir svona ólust upp og komist til fullorðinsára í þegar heimurinn var einpóla, unipól. Eftir Sovétríkin fjallu 91, eða það má segja vel 89 þegar Berlínarmúrinn fjall og svo 91 þegar desember þegar Sovétríkin falla, þá breytist heimurinn í að verða unipól og Bandaríkin gátu bara gert það sem þau vildu. Og raunverulega, til dæmis ef að Kína, Rússland, Norður-Kórea eða Íran fór eitthvað að segja við Bandaríkin, að þá var bara Bandaríkin beittu bara valdi og afli gegn þessum löndum og bara í heiminu. Bandaríkin voru eina stórveldi og langríkasta og bara ráðandi. Rússland var mjög veikt, Sovétríkin nýfallin, Kína var ennþá hálfgerð þróunarríki og svo framvegis. Þessir aðilar sem við erum að tala um, eins og Lindsey Graham, hann lifir í þessum þó að hann reyndar hann ætti að sjá lengur aftur í tíman en þetta, því hann er á þeim aldri, en hann lifir ennþá í þessum unipól, heimi það sem er einpól, það sem Bandaríkin eru ráðandi og geta gert alls konar hluti og lát neitt Kína og Rússland og Íran og Norður-Kóru og önnur lönd til að gera eitthvað, og Brasilíu, til að gera eitthvað sem þau vilja ekki gera. Þessi heimur er horfinn, hann er ekki til lengur. Þannig að allar refsiaðgerðir sem Bandaríkin beita Rússland, viðskiptaríki Rússlands umfram það sem orðið myndi bara bitna jafn hart á Bandaríkjunum sjálfum og öllu heimshagkerfinu og líka á Evrópu. Ef þú ætlar að fara að skrúa fyrir viðskipti við Kína og fyrir Indland, það myndi ekkit virka. Þannig að þetta er vandinn að þetta eru aðilarnir lifa í heimi sem er ekki til, að segja þegar að Bandaríkin voru ráðandi, þau eru það ekki lengur. Auðvitað hafa Bandaríkin vaxið sem hagkerfi á þessum tíma, þau hafa vaxið að þau eru stærri en þau voru efnahagslega sem hagkerfi, en hlutfallslega hafa það minnkað mikið, þannig að önnur lönd hafa vaxið mun hraðar og þá áttu þetta aðalega að tala um Austur-Asíu og svo Kína og lönd hér, það sem ég er núna, sem hafa vaxið mjög mikið og þau eru bara orðin miklu valdameiri heldur en áður var, þannig að Bandaríkin get ekki gert þetta. Zelenski er alltaf að koma til síðast þegar var mikið stór loftarás á Úkraínu eða Kiev, sem er alveg hörmulegt að horfa upp á. Að þá sagði bara Zelenski nú bara þurfa að koma róttækar aðgerðir frá Bandaríkjunum og þetta kemur alltaf. Og svo kemur Evrópuleiðtogarnir hittast og svo koma þeir að segja nú verða Bandaríkin að gera eitthvað mjög mikið, eitthvað stórt, bara þvingunar aðgerðir og refsiaðgerðir. Án þess að segja hvað það er, nema þessar secondary tariffs, að segja tolla á að bara skrúa fyrir viðskipti við Indland og líka Kína, sem gengur ekki upp. Þannig að þetta fólk lifir í heimi sem er ekki til og þess vegna er það sem er að segja að stenst enga skoðun. Má ég aðeins byrja að rökstyðja það, af hverju ganga ekki upp refsitollar á Indland og Kína? Annars vegar fyrir Bandaríkin og hins vegar fyrir Evrópu. Bandaríkin náttúrulega eru í mjög miklum utanríkisviðskipti við Kína og eru að kaupa alls konar íhluti frá Kína og tæknivöru sem þeir þurfa á að halda og komast ekki hjá. Þeir eru að kaupa sjaldgæfa málma sem þeir komast ekki hjá, sem eru til dæmis mikilvæg fyrir hernaðarinn að Bandaríkjana. Og það er verið að tala um að skrúa Kína niður, eins og nefndir, containment, það var áður engagement, það er að segja að hafa í viðskipti við Kína og halda þeim áfram, vera með mikil viðskipti við Kína, alveg þangað til að Trump var forseti. 2017 þá verður Kína stærra hagkerfi heldur í Bandaríkin á jafnvægisgengi og þá þegar Trump verður forseti fyrir tímabili þá er allt inn að fara að skrúa niður og að reyna að hægja hagvist í Kína. En það er bara ekki hægt. Þetta var hægt við containment policy að halda aftur að löndum. Þetta var hægt á Sovéttímanum því Sovétríkin voru að loka hagkerfi. En þú ert með galopið hagkerfi og Bandaríkin er að flytja inn tæknivörur og málma og alls konar hluti frá Kína sem þeir get ekki verið án þeirra eigin iðnaður. Þetta tengir svo mikið. Því að framleiðsla í dag, hún tengir svo mikið á íhlutum. Það er að segja, það eru framleiddir íhlutur um allan heim og settið saman einhvers staðar. Getur verið í Kína, getur verið í Bandaríkjunum og ef að þú lokar á viðskipti við einhver lönd eins og Kína sem framleiðir mjög mikið að íhlutum alls konar vörum og eru með alls konar hráefni og sem eru nauðsynleg, ekki bara fyrir innan í Kína, heldur líka í Evrópu og Bandaríkjunum. Þetta gengur ekki. Þetta er alltaf sérhæft og þessi alþjóðaviðskipti snúast öll gríðarlega mikið magn og mikla sérhæfingu. Þetta er kallað economies of scale og nær kostnaðinu niður með gríðarlega miklu magn og mikil sérhæfingu og þá hættur að framleiða heilar vörur og fyrir að framleiða íhluti
og þá engin bíll eða engin tölva eða engin snjallsími framleiddur í einu landi. Hann framleiddur kannski 10, 20, 30 löndum. Ein þota getur framleidd í 100 löndum, eða 50 löndum. Við sáum afleiðingar af þessu í COVID, þess sem að þessar keðjur rofnuðu, meðal annars vegna þess að COVID breytist fyrst út í Kína og þá kom högt í hagkerfið og leiddi til verðhækkana og annað slíkt vegna þess að það vantaði þessa íhluti og það var var ekki nægt framboð af vörum sem að höfðu mikil áhrif á heimshagkerfið. En ef það væru settir á svona miklir tollar, að þá getum við fengið slíkar afleiðingar miklu víðtækari og öflugri áhrif á heimshagkerfið heldur en við upplifðum í COVID. Já, sko, COVID náttúrulega frambróðið sem var að loka ákveðnum fyrirtækjum og þá gátu, ég vissi bara dæmi á Íslandi, bara þegar Toyota, kannski vantaði bara mottur í bíla, það var ekki takt að fá þær því að landi sem framleiðir ekki lengur, það var bara eitthvað veru fóru, fyrirtækjum var lokað. Úkraína mjög stillt með stóri íhlutum, framleiðir mikið af vírum og alls konar smáhlutum og málmi íhlutum sem þegar stríðið braust út, þá lokaðist það, þetta kemur frá framboðið og þá getur ekki klárað að framleiða vöruna. Þannig að sko heimurinn alveg gjörbreyttur og þetta containment policy sem George Kennan kom með fyrir Sovétríkin, það gildi fyrir lokað hagkerfi, það gildir ekki fyrir opið hagkerfi, þannig ég skil ekki, ég held að þeir sem að tala að það sé hægt að loka 50% tolla á Indland til lengdar og ég talaði ekki Kína, 50% tolla þá minnka utanríkisviðskipti mjög mikið, verið að hverfa alveg og að miklu leyti, ef þau fyrir 100% þessu Trump sem voru að hóta þá hverfa þau alveg. En var það ekki þannig, Hilmar, að eftir COVID og líka eftir innrásina í Úkraínu, að þá átti það að vera lærdómurinn að við gætum ekki treyst á framleiðslu í fjarlægum löndum þar sem að væri óstabilt stjórnarfar. Við getum heldur ekki treyst á náttúruauðlindir frá löndum þar sem að væri óstabilt stjórnarfar eða stjórnarfar sem að við viljum ekki styðja og þess vegna væri okkur á Vesturlöndum nauður sá einn kostur að byggja upp framleiðslu innanlands og gera okkur óháðari framleiðslu annarra landa. Þetta var talað svolítið mikið, þetta væri lærdómurinn. Er þetta ekki bara svo leið sem að Vesturlönd vilja fara? Og þetta leið til ófarnar. Tökum dæmi Suður-Ameríku og Afríku annars vegar og svo Austur-Asíu. Austur-Asía með það sem kallað export-led growth, hún hefur byggst, hagvöxtur Austur-Asíu hefur byggst á hagvexti, hefur byggst á útflutningi, gríðarlega miklum útflutningi og mjög mikill bjartsýni eða það sem kallað export optimism, að þeir segja að Asíulöndin trúa því að þau geti framleitt vörur ódýrari og betri heldur en aðrir og þau eru mjög sjálfsörugg að þau geti í samkeppni við önnur lönd í heiminum og aðrar álfur náðu yfirhöndinni. Þau eru með export optimism og þau náðu bara undanfarna áratugi mörg lönd eins og Kína og Víetnam og fleiri hagvexti sem er kannski 7% á ári eða 10% á ári eða 10% hagvextur á ári þá tvöfaldast hagkerfið á 7 ára fresti, annars 7 ára hagvextur, 7% hagvextur, 10 ára fresti. Það var þessi ofboðslegi hagvöxtur, hann byggðist á sérhæfingu og miklu magni. Lönd, alveg eins og Suður-Ameríka, þær byggðu einmitt á sjálfsveitabúskap. Það er að segja, við erum sjálfum okkur nóg, við þurfum ekki að flytja neitt inn, við framleiðum allt sjálf, við spörum gjaldeyri með því að framleiða allt sjálf. Þá minnkar sérhæfingin, þá minnkar hagkvæmnin og stærðarhagkvæmnin nýtist ekki og þá verður hagvöxturinn miklu hægari. Afríka lengi var í þessari stöðu, bara með sjálfsveitabúskap og við erum bara sjálfum okkur nóg og við framleiðum bara vörur sem eru þó að séu í lægri gæðaflokki og gerum við þetta bara sjálf og allt sjálf. Ef að þú missir stærðarhagkvæmnina út, þá ertu að tala um, þetta hægt að gera þetta, en þá hægir á hagvexti og það verður allt miklu dýrara heldur en það var áður. Það verður allt miklu dýrara og það lækka lífskjör í landinu. Þannig að Austur-Asía til dæmis hún hefur ekki sameiginlega markað eins og Evrópusambandið sem skipulagt af Brussel, sameiginlega markaðar sem að vara þjónusta, fjármagn og vinnu getur flætt. En hún hefur það að fyrirtækin hafa skipt með sér verkum sjálf
með ofboðslega mikill sérhæfingu, þannig að það algengt að hlutir séu framleiddir í kannski 10 löndum og setti saman í Suður Kóreu eða í Kína eða eitthvað staðar. En hagkvæmni næst út á þetta, mikið magn, mikla sérhæfingu, það engin að framleiða heila vöru. Ef þú breytir þessu og fyrir að framleiða heila tölvu í Kína eða heilan bíl, þá bara verður þetta allt miklu dýrara og það verður ekki, þú getur ekki haft haldið upp sem er tekist í. Þannig að það sýndi sig alveg að ástæðan fyrir þessu kraftaverki sem varði í Austur-Asíu var þetta, sérhæfing, stærra hagkvæmni og gríðarlega mikil utanríkisviðskipti. Það var það sem það gerði það. Hitt bara, ef þú ferð hina leiðina þá ertu bara komin í miklu lægri lífskjör. Við á Íslandi getum neitt að klambra saman einhverja bíla eða eitthvað eða búa til einhverja snjallsíma, en það er allt ofboðslega dýrt fyrir okkur og við verðum þá að draga vinnuafl úr einhverju sem við gerum vel í eitthvað sem við kunnum ekki almennilega og það myndi bara, lífskjör myndi lækka mjög mikið, eða minnka mjög mikið. Við erum hátekjuríki, við erum að framleiða páarvörur, við erum að selja okkar sjávarafurðir inn á Evrópusambandsmarkaðinn, aðalega til ríkra landa sem geta borga háverð fyrir það sem við erum með og við erum að selja orku, hreina orku, við erum að selja vörur inn á hátekjumarkaði aðalega, 70% fer inn á Evrópusambandsmarkaðinn sem er hátekjumarkaður. En ef við ætlum að fara að taka vinnuaflið sem er að vinna í þessu, sem er að fá háverð og er með mikinn virðisauka og draga þetta fólk inn í eitthvað sem það kann ekki, lífskjörin myndu bara snar hrynja hjá okkur. Já, en rökin, Hilmar, rökin gagnvart hættunni á að vera stunda viðskipti fjarlæg lönd þar sem að stjórnarfarið er svona og sækja auðlind til landa þar sem að stjórnarfarið er svona voru kannski ekki það að hvert land fyrir sig á Vesturlöndum myndi framleiða bílana og tölvurnar og allt það. Heldur að Vesturlönd sem heild ættu að minnka viðskipti sín við fjarlægari lönd og lönd sem eru, ég veit ekki hvernig orðalagið er hjá stjórnundu, það svona sem eru líkari okkur, eitthvað slíkt orðfærið notað, til þess að auka öryggi. Og það vill svo bara þannig til, Hilmar, myndi þetta fólk segja, að öryggi er svo mikilvægt að jafnvel þótt að það kosti okkur eitthvað fall í lífskjörum, að þá verður svo að vera, því það er betra að vera aðeins fátækari en öruggari, heldur en að vera háður járnhæl ríkja sem að geta brotið okkur niður með því að gera sig háð sér. Þetta voru rökin sem voru notuð. En ertu að meina það sko að til dæmis ef við tökum Kína eða Vietnam, þá er single party government, þetta er bara einn flokkur, þetta er kommunistaflokkur. Og þetta eru stjórnvöld sem að Vesturlönd myndi segja eru ekki að fara eftir vestrænum gildum. Það er ekki lýðræði í þeim skilningi sem við þekkjum það, og ekki stjórnarfar sem að samkvæmt vestrænum gildum, að við þá bara hætta viðskiptum við þessi lönd. Ég er ekki að geta til, ég er að enduróma það sem að var verið að tala eftir COVID og svo eftir að Evrópu þjóðirnar reyndu að hætta að kaupa gas og olíu af Rússlandi. Já, sko, með Rússland, þá náttúrulega hefur þetta þýtt það með Rússland að þetta er alveg himna sending fyrir Austur-Asíu og sérstaklega fyrir Kína að geta keypt það og nú er búið að leggja aðra leiðslu sem við kallum Power of Siberia 2 sem er leiðsla til Kína, gasi sem að Evrópa átt að fá. Þetta hefur leitt til þess að það er ekki verið að kaupa gas af Rússlandi því að Rússlandi, Pútín er ljótur kall og Rússlandi er vont land og allt fram til göttunum. Og hann er Hitler og allt þetta, ég hef búin að heyra þetta allt. En þetta þýðir það að Þýskaland, sem náttúrulega er gríðarlega öflugt iðnríki, langöflugasta iðnríki Evrópu og með öflugustu iðnríkjum í heimi og er fyrst og fremst iðnríki, að þeir eru með núna 3. árið í röð með neikvæðan hagvöxt. Þannig að þegar að þeir hætta að fá Nord Stream 2, ef þeir hefðu fengið gasið þar í gegn, þá væri ekkert neikvæður hagvöxtur í Þýskalandi undanfarin ár. Það væri hann örugglega plús. Þeir eru að kaupa þarna gasið miklu dýrara verði og svo eru þeir að kaupa og svo eru Evrópa að kaupa olíu frá Indlandi, rússnesku olíu á miklu hærra verði, bara sigla með hana halva nöttin og selja þeim hana rússnesku olíu, kannski bara setja eitthvað aðra tunnur eða eitthvað sem myndir að gera og selja þetta með góðum hagnaði og það eru dauðfegnir að hafa þetta. Þetta er náttúrulega
þetta er ekki skynsamlegt og ég meina Evrópa hefur mist samkeppnisefni og við erum að sjá bara lélegan afkomu, lítinn hagvöxt í Evrópu og við erum að sjá stóru löndin eins og Frakkland er ekki bara forsætisráðherra sem var að hrökklast frá völdum. Macron er á fullu í að vinna í Úkraínustríðinu, búa til coalition of the willing, það er að segja senda NATO-hermenn inn í Úkraínu og kalla þá friðargæsluliða. Hann er að vinna í svoleiðis vitleysu sem gengur ekki upp og það sama forsætisráðherra Bretlands að gera. Hann er líka með allt upp í loft hjá sínu landi, þetta eru stóru löndin, hann er reyndar ekki í Evrópusambandinu, en hann er í NATO, Bretland, og þessar forsætisráðherra. Þeir hafa ekki stjórn á sínum eigin málum, er að eyða tímanum í þetta og náttúrulega þegar þú verður að kaupa, þegar þú ert innríki og þú verður að kaupa olíu og gasa á okkur verði með það sem áður var, miklu hærra verði, að þá ertu náttúrulega búin að missa samkeppnisefnin að miklu leyti og þess vegna er hagkerfið að skreppa saman. Öfugt við Kínverjar er að fá gasi sem að Evrópa var að fá fyrir ennþá lægra verð, Rússar selja þeim þetta með afslætti, þannig að þetta er vítaminsbreyta fyrir Kína. Þess vegna hef ég sagt við þig að þó að Kínverjar hafi talað um það og búið til einhverja tillögur friðarsamninga sem voru mjög almennar á sínum tíma og frið mjög snemma í stríðinu í Úkraínu, að þá er stríðið í Úkraínu alveg himnasending fyrir þá. Þeir fá hráefni og gasið og allt sem að Rússar hafa að bjóða bara á mjög góðum kjörum. Þetta er bara vítaminsbreyta fyrir þá, en þetta lamar Evrópu. Þannig að þetta eru vond skipti fyrir Evrópu. En ég held samt sem áður með Rússland að Rússland vill til lengri tíma litið ná betri samskiptum við Evrópu og Bandaríkin vegna þess, og þess vegna fór Putin greipið í fegin sendi þegar hann var boðið að fara til Washington, fegin að komast vegna þess að hann vildi, og enda var hann tekið óskaplega vel, en ég er alveg nokkurn veginn vissum að fyrir Moskvu er sambandið sem er kallað Partnership Without Limits í Rússlandi, samband Rússlands og Kína, það er of mikið, Rússland er of mikið í fanginu á Kína. Auðvitað náttúrulega eru þessu lönd þannig að þau eru ákveðin andstæð, þannig að þau smetla sama. Rússarnir er auðlindríkasta land í heimi, er ekki nema 145 milljónir, á meðan Kínverjarnir hafa minni auðlindir, eru 1,4 milljarður, þannig að Kínverjarnir hafa vinnuafli, endalaust vinnuafl, á meðan Rússland hafa endalaust auðlindir, þannig að þessu lönd vinna sama. Það er eiginlega óhjákvæmlegt fyrir undan það að þau eru með gríðarlega lauk landamæri og bara landfræðilega mjög hagstætt fyrir það stundar viðskipti. En til lengri tíma liti held ég að Rússar vilja ná eðlilegri samskipti við Bandaríkin og til Evrópu þó það muni taka lengri tíma og það þjónar hagsmunum Rússlands. En ég held varandi þetta með gasið og þá hafa Rússarnir tapað einhverju leyti á þessu en Evrópa sennilega meira og Rússar hefðu aldrei held ég farið í þetta stríð í Úkraínu því þeir vissu alveg að það myndi koma refsiðaðgerðir nema af því að þeir vissu það að það hefði opnar dyr inn í Kína og Xi Jinping hefur örugglega sannfært Putin það að það verður alveg sama hvað Vesturlönd myndu gera. Hann myndi aldrei snúa baki við Rússlandi enda væri hann þá bara að lama rússneskt hagkerfi eða ekki kínverskt hagkerfi með því hann þarf á þessu að halda. En þú ert að tala um Evrópuríkin sem á forystu þar í Frakklandi og Bretlandi sem er að byggja upp þetta bandalag hérna viljugu. Ástæðan fyrir því sem þau segja okkur er að þau líta á Úkraínu, stríði í Úkraínu sem mestu öryggisógn Evrópu og þess vegna hefur það forgang fram yfir öll mál og þess vegna segist Macron vera að einbeita sér að því að meðan að þú segir hann ætti frekar að einbeita sér að kannski innanríkismálum sem eru upp í loft eða Keir Starmer að vera með einhverja stefnu sem að þjóðin er sátt við en þau segja og ég er bara að spyrja hvort þú hafnir því alfarið og Íslands stjórnvöld segja það líka og þau hafa sagt að mesta öryggisógn við Ísland er Úkraína ástandið þar hafnar þessu bara alfarið að þetta sé mesta ógnin sem að steðjar að Evrópu er innrás Rússa í Úkraínu. Rússar eru búin að stríði í Úkraínu í 3,5 ár og þeir eru búin að taka svona rúmlega 20% af Úkraíninu og þeir hafa yfirhöndina. Myndi maður trúa því að land sem getur ekki náð meiri árangri á yfirhöndinu með það bara að taka alla Evrópu. Ég óttast samt ef ég horfi á Eystrasaltsríkin
og Norðurlöndin önnur en Íslandi, undanskil Íslandi. Ég tala meginland Norðurlandana, meginlandið, Norðurlöndin sem á meginlandinu og Eystrasaltsríkin, þau eru í ákveðinni hættu. Þau eru nánast í stríði við Rússland. Þau eru að skaffa mjög mikið af vopnum og allt sem þau geta og tala mjög svona höstulega við Rússland. Þannig að ég tel að núna sé staðan þannig að það geta brotist átök á Eystrasaltinu, hvenær sem er. Það Rússa ásaka þessi löndum að reyna að stöðva alþjóðlega siglingar og það getur brotist átök milli Noregur út af Svalbarða í mjög viðkvæmum málum. Landamæri Eystrasaltsríkjanna, bæði við austurlandamæri Íslands og Lettlands við Rússland og síðan Kaliningrad eru mjög viðkvæm svæði. Einn bandarískur hersfengi var að tala mjög hernaðarlega jafnvel yfirtöku Kaliningrad sem náttúrulega alveg skelfilega viðkvæmt og ég veit ekki hvernig maður séu kjarnorkuvopnar, þetta náttúrulega landamæri milli Litáen og Litáen og Póllands. Ég hef alltaf metið að þannig að Rússland hafi ekki mikinn áhuga á því að halda áfram stríð og ég tala ekki að fara eins og kanslari Þýskalands þannig að ég vil Þýskaland væri undir. Mér finnst það afskaplega fjarlægt. Ég geti ímyndað mér átök á Eystrasaltinu, átök út af Svalbarða, eitthvað svoleiðis á hafi, átök út af Eystrasaltsríkjum, þau eru svo lítil, en ég aðláðast á Pólland finnst mér fjarlægara. Pólland er land með 40 milljónir manna og þeir eru búin að efla sig mjög mikið hernaðarlega. Það er því erfiðu biti. Ég á erfitt, en auðvitað veit ég það ekki. En það sem ég segi hins vegar er það að Bandaríkin eru að hafa verið að tala að draga sig út úr minnka afskipti sína NATO og draga sig út úr Evrópu meira. Þeir eru að tala það. Allavega minnka umsvif sín, jafnvel að fara alveg úr NATO, ef þeir gera það. Að það segir mér það að þeir meti stöðuna þannig að þeir telji ekki líklegt að Rússland muni fara í umfangsmikið stríð í Evrópu. Því að málið er það, Bandaríkin, ef að þau myndu telja að Rússar sem stærsta landið í Evrópu, 145 milljónir og auðlindaríkt land og hefur gríðarlega mikið öflugan hergagnina sem er stjórnað ríkinu, eins og þau hefur séð, að ef að þeir teldu að það veri líklegt að Rússland ætlaði að taka alla Evrópu eða verða algjörlega ráðandi í Evrópu, þá myndu þeir aldrei fara frá Evrópu, aldrei. Það að þeir eru að tala að fara eða draga úr, segir mér það að þeir meti stöðuna þannig að það sé ekki líklegt. Það hljóma þannig Hilmar eins og þú sett sammála því mati, en af hverju eru þá Evrópuríkin að meta það algjörlega þveröfugt, að þetta sé bara tilvistarleg risamál fyrir Evrópu að fella Rússa á vígvöldum? Þau halda því fram að það hafi þessi lönd að ástæðan fyrir því að Pútín sé að í þessu í Úkraínu sé svo að hann vilji endurreisa Sovétríkin og endurreisa Sovétríkin eða eitthvað stór Rússland. Það er náttúrulega að vita alveg að Rússland og Sovétríkin og Bandaríkin er þannig líka og Kína líka að þau vilja hafa hlutlaus öll landamæri sem eru eiga landamæri við þau vilja að þau séu hlutlaus, þau vilja ekki að þau séu og þau vilja allra síst vera með hermenn frá öðru stórveldi við landamæri hjá sér. Og rökin sögðu að það sé mjög mikilvægt að stórveldin haldi sig í vissri fjarlægð frá hvort frá öðru. Það sé mikilvægt að það sé svona keep distance, aðeins fjarlægð hvert frá öðru. Þetta viðurkennir Evrópa ekki og segir að þetta sé bara vitleysa. Og ég skil það ekki og stækkun NATO voru mistök og þannig að voru margir sem að sögðu það á sinni tíma að með þessi Bandaríkin, George Kennan til dæmis varaði mjög við NATO stækkun, William Perry þegar Clinton varaði við þessu, ég man eftir manni sem ég kannast við forseti Alþjóðabankans, McNamara. Hann varaði við þessu, það eru margir Bandaríkjamenn af eldri kynslunum sem vöruðu við stækkun NATO og þetta myndi fyrr eða síðar leiða til átaka og þetta heldur líka bæði forseti Frakklands og kanslari Þýskalands þegar það var byrjað að tala Úkraínu ferðin í NATO 2008. En það er einhver ástæða þá segir eins og bara Frankstjóri NATO sagði bara nýlega Úkraínu sjálfstætt ríki og getur gert hvað sem er.
En við vitum það Íslendingar að við getum ekkert gert hvað sem er. Við erum líka sjálfstætt ríki. Ég meina, Bandaríkin er ekkert að skipta sér af velferðarkerfinu hjá okkur frá degi til dags, eða þeir eru ekki að skipta sér af skattkerfinu hjá okkur frá degi til dags, eða ég veit ekki til þess, þeir eru ekki að segja okkur hvort við eigum að vera með ríkisspítala eða einkaspítala, eða hvort við eigum að vera með háskóla sem eru rektur í ríkinu. Þeir eru ekki að skipta sér af þessu, ég hef ekki heyrt það. En þeir skipta sér af vissum hlutum, og ég hef talað með þessum þáttum áður, að þegar við ætlum að fara að vinna í Belt and Road eða var verið að skoða hugmyndir frá Kína, þá var okkur bara að þakka fyrir að gleyma þessu. Þannig að sko við vitum það, þó við séum sjálfsagt ríki, Ísland, og Bandaríkin séu ekki að með einhvern skipta sér ennum smáatriðum hérna, að þá eru viss atrið sem þau skipta sér algjörlega að, og allt sem að þau telja ógni öryggi sínu, og það munir líka önnur náttúruríki gera, það munir Norðurlöndin, allt sem við myndum gera, ef við myndum alltaf fara að segja við Kína, ok, þið getið verið með uppskipunarhafn á Austfjörðum, og Kínverjar eru núna að reisa hafnir út allan heim, og ef þú bara skoða kort hvað sem herstöðar Bandaríkjanna eru, þá er það út allan heim, og núna er komið það að hafnir sem Kínverjar hafa eru komnir út allan heim. Ef þú bara skoða þetta korti, þeir eru komnir út allan heim, og það er að því þetta eru útflutningshagkerfi, og þetta eru uppskipunarhafnir, og þetta eru hafnir fyrir viðskipti. En það er voðalega auðvelt að sigla svo bara herskipum inn í þetta, og þetta verði herskipahöfn, flotahöfn. Og það er það sem að getur gerst. Þú nefnir sjálfstæði Íslendinga að taka ákvarðanir, og við erum náttúrulega á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og höfum þar leiðandi ekki möguleika á að taka ákvarðanir eins og við værum það ekki. Nú hefur verið undanfarnar daga verið að ræða aðgerðir íslenska stjórnvalda vegna þjóðarmorðsins á Gaza. Heldurðu að íslensk stjórnvöld kæmist upp með það til dæmis að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael án viðbragða frá Bandaríkjunum? Áhrif Ísrael, Ísraeli lobby, sko, það er þrýstuhópar í Ísrael gríðarlega valdamiklir í Bandaríkjunum, og yfirvöld í Bandaríkjunum munu taka því illa ef við allt sem við gerum gegn Ísrael. Náttúrulega auðvitað skipta viðskipti Íslands við Ísrael litlu máli. Það er líka verið að tala um einhverjar aðgerðir í gegnum EFTA, sem við erum í, Sviss, Ísland, Noregur og Liechtenstein. Ég held að sko bara tákgrænt skipti máli fyrir Ísland að lýsa við vandóknum sína á því sem er að gerast þarna, og að lýsa yfir áhyggjum. Við höfum ekki slagkraft til þess að geta gert neina breytingar, en ef við göngum mjög langt í þessu, þá má alveg búast því að Washington muni hafa einhver afskipt af því. Það er algjörlega ljóst að Ísrael geta gert nánast hvað sem er, og þeir hafa stuðning Bandaríkjanna. Það er bara ljóst, og vopnið sem Ísrael er að nota, þar á meðal Gaza-svæðinu, er að miklu leyti frá Bandaríkjunum. Þannig að Ísraelar hafa gríðarlega sterkt, eða gyðingar hafa gríðarlega sterkt tengsl í Bandaríkjunum. Þetta er mjög gáfa fólk og mikið af þessu. Þetta er mjög sterkt tengsl í háskólanum, sterkt tengsl í fjármálageiranum, viðskiptalífinu öllu, gríðarlega mikið af ríku fólki sem hefur mikið lítök. Og einhvern veginn var ég að hlusta á viðtal við Jimmy Carter sem var forseti Bandaríkjanna, það var löngu eftir hann hætti að vera forseti. Þá sagði hann bara beint inn, ef þú ert þingmaður í Bandaríkjunum og þú ferð að segja eitthvað Ísrael sem er eitthvað neikvætt, þá skalt ekki rekna með að vera áfram á þinginu. Og ef við göngum á langt, þá gætu við farið að heyra frá Washington. En við erum ekki með neinn viðskipti við Ísrael sem að skipta neinum sköpum, auðvitað veldur þetta pirringi, en ég held að frá siðferðilegu sjónarmiði sé mjög eðlilegt að stjórnvöld láti eitthvað í sér heyra og grípi til einhverja aðgerða. Auðvitað viljum við Ísrael vel. Ég hef sjálfur unnið með gyðingum lengi því ég bjó í Bandaríkjunum, og líka unnið sem er afskaplega vel þetta fólk sem ég var að vinna með, bæði í námi og svo í Alþjóðabankanum. Þannig að ég hef ekkert yfir þessu fólki að kvarta, og ég vil Ísrael vel, en það sem er að gera á Gaza-svæðinu er náttúrulega bara eitthvað sem er varla hægt annað en að láta í ljós vandókninu á því sem þetta er að gerast. Þú ert að tala um að það er ólík afstaða Bandaríkjanna og Evrópu til Úkraínu, og það er
kannski öfugt við það sem var haldið fram í kjölfar innrásarinnar að þú kannast við það var haldið fram að nú NATO hefur aldrei verið sterkara NATO, en kannski niðurstaða svo að NATO hefur kannski aldrei verið veikara vegna þess að þú orðað að Bandaríkin myndu draga sig úr NATO, ég veit ekki hvort það sé raunverulega mögulegt, kannski bara draga sig úr með því að sýna því temmilegt áhugaleysi, þannig að NATO hafi raunverulega ekki neina styrkleika neinu ráði. En maður heyrir það hjá svona breytt afstaða hjá ýmsum forystumönnum Evrópu, meðal annars nýjum kanslara Þýskaland sem að orðar það með einhverjum hætti þannig að Evrópa verði að hegða sér eins og að eins og verði óháð Bandaríkjunum, þannig að Evrópa verði að geta til dæmis beitt sér í Úkraínustríðinu án aðstoðar frá Bandaríkjunum og þannig að sú hugmynd svona hægt og bítandi að skjóta rótum, að Evrópa verði að akta eins og Bandaríkin væru gengin úr skaftinu og væri ekki, það færi ekki saman greining á hagsmunum og aðgerðum sem að væri þarna. Evrópa án Bandaríkjana, hvaða fyrirbrigði væri það? Já, sko, það sem ég að segja að ég ekkert, ég svolítið hræddur við þessa hugmyndum að sko, það var sagt með NATO, hlutverk NATO væri það að halda Rússum úr Evrópu, Þýskalandi niðri og Bandaríkjunum í Evrópu. Og Evrópuríkin tala mjög mikið það að þau vilja halda Bandaríkjunum í NATO og í Evrópu. Og það kannski ástæðan fyrir þau vilja halda Úkraínustríðinu áfram, að það halda Bandaríkjunum, að þau vilja ekki semja neitt og halda Bandaríkjunum í Evrópu. En það sem náttúrulega vekur athygli, sko, þegar að Bandaríkin, þegar NATO stækkar á 12 ríkin í 32, það eru 10 stækkanir frá því að NATO var stofnað, 12 og 32, þá verður NATO miklu umfangsmeira og dýrara í rekstri. Og ef að Bandaríkin að bera þetta uppi sem eru með skuldastöðu og ríkisfjármála sem eru í ólægi, það hlauta einhvern tímann að ráða ekki við þetta og þau hlauta að koma Bandaríkin segja að þið verðið að borga þetta sjálf. En þá spyrir ekki hver tilgangur með Bandaríkjunum ef að Evrópa kortið farin að borga þetta og þetta er orðið mjög dýrt. Þetta er orðið mjög dýrt, 5% af vergri landsframleiðslu lendir ráða ekkert við þetta. Þetta er kannski 8-10% af ríkisútgjöldunum. Það ráða ekkert við þetta og lönd sem eru þegar í klessu, sko, eins og Seðlabanki Evrópa var að gefa út viðvörun út af tvennu, annars vegar því Bandaríkin að Trump myndi ná tökum á Seðlabankanum í Bandaríkjunum og fara að stjórna vöxtum sjálfur sem að væri skelfilegt. Og síðan bara ókyrrð og óeirðir í Frakklandi og bankastjóri Seðlabanka Evrópu er fyrrverandi fjármálaráðherra Frakklands eiginmaður, hún var framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á þessum tíma líka, en hún er Frakki og hún talar bara óstöðuleika þar. En það sem að Bandaríkin er að velta við sig, hvað er að gera við þetta NATO? Við getum ekki haldið þessu gangandi að 32 lönd. Við getum ekki staðið undir þessu og þá var hugmyndin á tímabili þá verið að bóka í NATO fundargerðir óskaplega harðar yfirlýsingar alltaf Kína og Rússland náttúrulega og Norður Kóreu og allt þetta og svo var þetta tímabili var að opna skrifstofu í Tókjó og þá er svona ok, við sitjum upp með þetta NATO, við stækkum það og svo notum við NATO-ríkin til þess að vinna með okkur í Austur-Asíu til að ná í baráttunni við Kína, þess að halda að valdajafnvægi. Og þá eru NATO sem þetta ekki bara Evrópa, heldur líka Asía. Og þá getum við notað þetta tæki, þessi 32 lönd, til þess að vera í svona einhverju átökum við Kína og ná valdajafnvægi við Kína þannig. Það er eins og það hafi einhverju leyti gengið tilbaka. Núna er hugmyndin ok, við förum bara með öll löndin verða að fara í verga landsframleiðslu, 5% að verkli landsframleiðslu til varnarmála og þá eru Bandaríkin lang stærsti hernaðarframleiðandinn og þá er þetta viðskipti. Þetta er eins og þegar Trump sagði í Hvíta húsinu út af Úkraínu þegar við tala að Evrópa keypti bara vopn af Bandaríkjum, hann sagði for us this is business. Og þá er það svo ok, NATO verður bara business, NATO verður 5% af verkli landsframleiðslu varnarmála, mikið af því mun koma frá Bandaríkjunum og þá er hergagniðnaðurinn sem er náttúrulega gríðarlega
umfangsmikill í Bandaríkjunum, vel settur. Þannig að þess að Bandaríki sé að velta eftir hvað eigum að gera við þetta NATO og svo líka hitt varðandi að fara til Austur-Asíu, þá er það orðið mjög mikilvægt. Ég held að þessi hersýning sem var haldin, þar sem að Xi Jinping var náttúrulega í öndvegi og síðan kom Putin þarna og svo var leiðtogi Norður-Kóreu þarna og svo kom seinna Modi sem var búið að hrekja eða ýta í faðm þessara aðila sem hann vildi alls ekki vera. Því Indland hefur aldrei viljað vera, Indland hefur viljað vera svona non-aligned, vera hlutlaust, að þá sem sagt, grípur upp skelfing að sjá þessa hersýningu og hvað Kínverjarnir eru komnir langt og hvað þeir eru orðnir öflugir og þá er alltaf meiri pressa á Bandaríkin að færa sig til og það er það sem Bandaríkin hafa alltaf viljað gera í staðin fyrir er einhver pattstaða. Þau eru í Úkraínu í ykkur stríði sem átt að ljúka á einu sólarhring eða jafnvel fyrir kosningum lauk að Trump ætlaði jafnvel að ljúka þeim eftir að vera ná kjöri áður en þeir formlega forseti eða á einu sólarhring. Hann hefur enga lausnir þar. Það er allt upp í loft í Miðausturlöndum og Íran sem er land sem getur komið sér upp kjarnorkuvopnum með nokkuð skömmum fyrirvara og er mjög stórt land. Þar gætu til dæmis svo lönd eins og Rússland og Kína sem vilja heldur ekki Íran komið sér upp kjarnorkuvopnum hjálpað Bandaríkjunum. En þá er bara slæmt samband við Kína og Rússland og þá eru Bandaríkin bara ein og þau geta ekki leyst málið ein, geta það ekki. Þannig að þetta er voðalega slæm staða og Bandaríkin þurfa að færa sig til þess og Austur-Asía er bara miklu mikilvægari fyrir öryggi Bandaríkjanna af því að Kína getur náð yfir það. Þessi Bandaríkin vilja ekki að Rússland nái algjörum tökum á Evrópu sem þeir virðast ekki hafa trú á því þeir eru að tala um að minnka viðverin þeirna þó Evrópuríkin tala um það. Þannig að Bandaríkin virðast vera ósammála Evrópu það. Miðað við þetta, ég gef mér það. Nú varðandi Kína þá þurfa þau að færa sig til en þau eru búin að binda sig annar staðar og ég veit ekki hvort að Evrópa hefur getu eða einhvern vilja til að fara í átök við Kína. Ef að Bandaríkin draga sig út úr Evrópu að minnka sín viðskipti og minnka hernaðarviðveru sem ég líklegt að muni gerast, þá getur Evrópa farið að hugsa öðruvísi en hún gerir í dag. Þannig að muni Evrópa fyrir að síðar sjá að það verður að slökkva á þessu Úkraínu. Það er ekki hægt að halda því áfram og þá verður bara að gera einhverja málamiðlanir þó það sé ekki góðar, bara að lágmarka tjónið og Evrópa muni líka því að Bandaríkin beittu Evrópu gríðarlega mikilvæg hörku var innan viðskiptasamning 50% tollur og bara verið þess að eiga við óvinni sína. Evrópa fara að hugsa það við þurfum að bæta samskipti við Kína út frá efnahagslegu sjónarmiði. Við þurfum ekki út frá pólitísku sjónarmiði, efnahagslegu sjónarmiði. Enda hefur þessi hugmynd við stækkun NATO og ESB, hún var náttúrulega svo að upprunalega þessi hugmynd að útbreiða vestrænt lýðræði, gera lönd háð hvert öðru, sem Nord Stream 2, eins og evran að gera lönd háð hvert öðru og allar stofnanir færi inn í sama alþjóðastofnanakerfið. Þetta var hugmynd sem átt að framfylgja, en hún hefur ekki gengið upp því að Kína er búið að fara að búa til sínar eigin stofnanir og vilji ekki verið í þessu kerfi og svo leiddi þetta til Úkraínuslýsins að segja að breiða lýðræði þá því endalaus stækkun Evrópusambandsins og NATO. Já. Og þetta hefur bara leitt til ófarnaðar. Já, en sömuleyti er þessi hugmynd komin úr einpóla heiminum að öll ríki yrðu hægt og bítandi að einhvers svona útgáfa af Bandaríkjunum eða Vesturlöndum sem er hugmynd sem er einhver leyti fallin. En ef við værum að horfa á heiminn út frá Evrópu og kannski er þá sniðugt að hugsa sér svo hvernig verður staða Evrópu eftir 50 ár eða eitthvað, þannig að við getum komist út úr átökum dagsins. Er fríður í Evrópu og farsæld háð því að það sé gott samband við Rússland? Er fríður og farsæld í Evrópu háð því að það sé gott viðskiptalegt samband við Kína og Austur-Asíu? Er það sem þú að segja? Þannig að ef það er að byggja við utanríkisstefnu Evrópu til lengri tíma, þá ætti að hafa slík langtíma sjónarmið fyrir augum. Þannig að við verum að stefna að einhverju sem geti tryggt okkur frið og farsæld til lengri tíma. Ef að Bandaríkin meðhöndla Evrópu svo óvinn og setja toll á Evrópu og gera alls konar hluti sem eru mjög erfiðir, að það var einhver skýrsla að koma út fyrir Evrópu sem ég ekki búin að sjá sem átt að koma út í dag framtíðin og þeir eru að tala um
alþjóðakerfið sé ónýtt og mér skildist að laga eitthvað að þessari skýrslu útvarðandi. Já, þú vandi Lægin ætlar að flytja þessa ræðu á morgun, þannig að kannski fæ ég að tala við í kjölfarið á því að hún kemur að margt í þessari ræðu sem skiptir máli. Ég sá ykkur drauga að þessu, en ég held að ef að sko Kína ákveðin svona tákmyndum stöðuleika og þetta náttúrulega einræðisríki, en þeir eru með svona non-interference policy, þeir eru ekki að skipta sér af hlutum mjög mikið. Maður sá mér svo þegar ég í Tælandi núna, þegar það eru átök milli Tælands og Kambódíu, að Kína mjög sterkt í báðlöndunum, enda sterkari í Kambódíu, að þeir heldur sér til hliðs. Ég veit ekki hvað þeir sögðu í síman við forsætisráðherra Tælands eða forsætisráðherra Kambódíu, ég veit ekki hvað þeir gerðu, eða hvað þeir sögðu á fundum eða eitthvað. Það getur vel verið harðhentir þar, en allavega þeir heldur enga blaðamannafundi eða neitt svoleiðis, þannig að þeir eru þar ákveðin stöðleiki sem fylgir þeim, stöðleiki í viðskiptum, og það mjög mikilvægt fyrir Evrópa standa stunda viðskipti við Kína, bara því að Kína bara það öflugt og þeir eru með það mikla stærra hagkvæmni, þeir eru það hagkvæm viðskipti að eiga við og þeir eru með mikið vinnuafl. Evrópa eldast, þannig að það skiptir mjög miklu máli. Það skiptir líka miklu máli fyrir Evrópu ef hún getur, það tekur langan tíma, örugglega, töluverðan tíma, ná upp eðlilegum samskiptum við Rússland, getur fengið hráefni og sérstaklega gas frá Rússlandi á hagstæðuverði til þess að halda Evrópu samkeppnishæfri. Ég held og þess vegna þurfa hagsmunir Evrópu alls ekki að fara saman við hagsmunir Bandaríkjanna. Bandaríkjanna í stórveldasamkeppni, Evrópa ekki. Evrópa náttúrulega Bandaríkin eru 50 ríki, en það ekki þjóðríki. Bandaríkin eru 1 þjóðríki. Evrópa eru 27 þjóðríki og það alls ekkert samstæð. Mér svo bara tekur eins og var þetta Úkraínustríðið, það var alveg gjörólík, það hópur sem heitir Vísegrad hópur, sem svona svipar á Norðurlöndin og svo Eystrasaltsríkin. Það eru Pólland, Ungverjaland, Tékkland, Slóvakía. Til dæmis bara Pólland og Slóvakía, Pólland og Ungverjaland eru algjör allt annarri skoðun í Úkraínustríðinu heldur en Pólland mjög skeptist út í Rússland og vill að Rússland bara tapi stríðinu, eða bara vilja helst vinna fulla sigur Rússlandi, á meðan Ungverjaland vill semja og Slóvakarnir og Tékkarnir einhvers staðar á milli. Þannig bara innan Evrópu, þetta bara vísindatokurinn dæmi, það ekkert mikil samstaða. En samt sem áður, ég meina, það sameiginlegur markaður, ég held að hann hafi skilað árangri og sameiginlegur markaðurinn í Evrópu, hann snýst það að miklu leyti að ná upp mikið til stærðar hagkvæmni. Það ein hugmyndi, svipað eins og Austur-Asía hefur gert, ná upp stærðar hagkvæmni með því að taka tollana í burtu, vera með sameiginlegan tollabandalag sem við reyndar erum ekki aðilar, en við erum settir raunverulega inn eins og við séum innbyr í tollamógnin, Íslendingar. En það hugmyndin að ná mikið stærðar hagkvæmni, Evrópa hefur gert þessa hluti vel, en evran hefur gengið illa og þetta mjög lítill hagvöxtur og atvinnuleysi of hátt. Það alveg frá því að evran var stofnuð, þá atvinnuleysi alltaf verið miklu hærra í Evrópusambandinu eða Evrusvæðinu heldur hjá okkur, ná ekki að nýta vinnuaflið almennilega og svo þjóðirnar að eldast. Þannig að ég held að það sé alveg tvímælalaust fyrir Evrópu að hún þurfi að vera í viðskiptum við Kína og lönd eins og Víetnam og lönd í Austur-Asíu eins og Tæland og Indónesíu og Malasíu, öll þessi lönd, bara vegna hagkvæmni alþjóðaviðskipta sem alveg viðurkennt. Þetta kallað gains from trade. En ef maður les utanríkisstefnu íslenskra stjórnvalda úr orðum utanríkisráðherra, þá stefnan svo að reyna að halda Bandaríkjunum inni í öllum þegar það verið að tala aðgerðir í Úkraínu, þá alltaf verið að tala að það þurfa að ná yfir Atlantshafið. Það orðað hjá bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Það að sigra Rússland á vígvellinum, það engar hugmyndur það hvernig samskiptin eigi að vera Rússland til lengri tíma og að það eigi að beita öllum tiltækum ráðum og meðal annars vitnaði í Lindsey Graham sem talsmaður þess að leggja mjög háa refsitolla á Kína og Indland sem myndi þá brjóta niður öll viðskipti við þessi lönd og Evrópu. Þetta eiginlega það sem maður les út úr þessi stefna íslenska stjórnvalda. Já, þessar hugmyndir eru úreltar. Þær hefðu gengið, hefðu verið fínar þessar hugmyndir svona 15-20 árum, eða 30 árum. Þá hefðu þær gengið, en eins og heiminn í dag, þá gengur þetta bara ekkert upp. Það alveg augljóst. Ég er alveg hissa á nokkuð með að taka mark á Lindsey Graham eins og hann er.
ég hef sagt við áður að hann segir alls konar hluti. Hann sagði það, við nefndum það síðast, hann sagði það að ef að Bandaríkið myndi ekki styðja Ísrael á Gaza þá myndi Guð snúa baki við Bandaríkjunum. Mér finnst þetta bara alveg fjarstæðukennt sko, og alltaf fara að sigra Rússland á vígvöllum, ég sé ekki þetta er kjarnorkuveldi. Ef að þeir myndu ef að þeir væru, ég hef ekki trú að því þeir fara að beita kjarnorkuvopnum, þó ég veit að í Ungverjalandi og Slóvakíu var mikla áhyggjur af því fyrir nokkrum árum. En þeir, ef að þeir vera að tapa stríðin algjör á vígvöllum, þá myndur geta gripið til slíkra vopna. Og það er líka annað mál, það er verið líka að tala um að það brjóta Rússland niður í einingar og utanríkismálastjóri Evrópusambandsins talar um það og ég meina þetta eru 6.000 kjarnorkuoddar í landinu. Þeir eru á nokkrum stöðum. Það er að brjóta þetta og viltu kannski að Íran fái þessi vopn eða einhver lönd í Miðausturlöndum sem hugsa ekkert lítið okkar hérna á Vesturlöndum eða í Evrópu. Mér finnst það vanta alltaf hugsun í þetta. Hvernig ætlar að sigra Rússland á vígvöllum? Myndi Pútín láta það yfir sig ganga að Rússland vera að hrynja og hann myndi bara setja og gera ekki neitt? Nei, hann hefur sagt það sjálfur að heimurinn sé einskis virði ef Rússland er ekki lengur til, eða sé lítils virði. Þannig að ef að það er þjarmað mjög mikið á Rússlandi, þannig að það kæma því, þá færi þeir að hugsa oftar og oftar kjarnorkuvopni sem þeir eru með, sem þeir hugsa ekki mikið núna, þeir þurfa þess ekki, held ég. En þeir gætu farið að hugsa meira það og þá vistu aldrei gætu gert. Þó þessi bara 1% líkur á því að það gerist, að þá viltu ekki, ef þú verður með byssu og myndir miða á höfuðu á því, þá verður bara 1% líkur að þú myndir að vera í hylki, þá myndir ekki vilja gera hennar tilraunir með það, býst ég við. En ég meina sko, mér finnst þetta bara fjarstæðukennt og mér finnst líka Evrópa að stimpla þessu út með því að segja það. Ég var nú bara að horfa bara nýlega á skoða netinu að Ursula von der Leyen sagði það sagði það fljótið eftir Úkraínustríðið hófst að hún væri algjörlega sannfærð sigur Úkraínu á vígvöllinu. Og George W. Bush, ég sagði hann bara sá hann á YouTube einhvers staðar sem það var hann sem stóð fyrir því að koma Úkraínu, tala um Úkraínu að færa inn í NATO og Putin var á þeim fundi, að hann sagðist vera sannfærður það að Úkraín will prevail, því bara það Úkraínu hún mun sigra, hún mun ná yfir ráðum þetta. Þetta er algjörlega óraunhæfar hugmyndir sem að koma betur og betur í ljós. Við erum að sjá stríð í 3,5 ár. Við erum að sjá land sem var með 52 milljónir manna þegar það er sjálfstætt ríki 1991, kannski 28 milljónir eftir í dag. Með við fólksfjöldadreifingunni höfum þá segja Sameinuðu þjóðirnar næstu aldamót verður kannski 15 milljónir manna í Úkraínu. Þetta er algjör hryllingssaga. Og ég veit ekki hvernig þetta fólk hugsaði þetta. Og það ástæðan fyrir að fólk hrynur svona mikið að þessum fólki verður eftir í landinu þegar 11 milljónir fóru eftir landið var sjálfstætt á 30 ára tímabili og þetta var aðalega ungt fólk sem það hrynur fæðingartíðnin og svo eldist fólkið og svo framvegis og svo náttúrulega er aðalega verið að senda ungt fólk á vígvöllin, aðalega unga menn og sem annarkvæmt særast eða láta lífið. Þannig að og Evrópa talar það ennþá, ég held að sé ennþá fólk í Evrópu sem heldur það sé hægt að halda stríðin áfram einhver ári í viðbót og það endi með því að Rússland verði sigrað á vígvöllunum. Þó að við vitum það sé vopnaskortur í Evrópu og í Bandaríkjunum og varaforseti Bandaríkjunum að tala um það löngu áður en það var tilnefndi sem varaforseti að Bandaríkin gæti ekki framleitt vopn í jafnmiklum magni eins og Úkraína brennur þeim. Ég skil ekki hvernig þetta á að ganga upp, hvernig á að sigra á vígvöllunum og svo líka þetta að allar tilraunir Donald Trump til þess að reyna, því hann hefur svona ákveðna raunsæi skilning, sko, hann skilur það að það verður að ná eitthvað málamiðlun, en það er alltaf slegið að putta hjá honum, ekki bara í Evrópu og Úkraínu, heldur líka eins og varst í að áðan innan hans eigins ríkisstjórnar, það eru aðilar sem eru annarra skoðanir heldur en hann og J.D. Vance og J.D. Vance heldur sér svolítið til hlýjas. En ég sé ekki að þetta leiði til algjörs ófarnaðar og ég veit ekki hvernig, ef þú myndir spyrja mig hvernig þetta leysa þetta, ég hef ekki hugmynd það. Málið er bara það að eftir því sem þetta líður lengur, sko, þá bara brekkar bilið á milli. Það verður meira tjón, það verður meira mannfall, það verður meira hatur, það verður dýrar að byggja upp Úkraínu og svo verður að tala um að stundum svo Litáir voru álykta nýlega um það að það yrði að hleypa Úkraínu bara inn í Evrópusambandið. Og ég meina þetta er ekkert lýðræðisríki með stofnanir eða neitt sem að fullnægist stöðlum Evrópusambandsins og Evrópusambandið er á brauðfótum
Frakkland sem næststærsta ríki, það að vera að skipta forsætisráðherra reglulega, það bara ráð ekkert við málin. Bretland, ástandið það alveg skelfilegt. Þýskaland, hagkerfið að skreppa saman. Ítalía og bólakæfi skuld getur verið í greiðsluþrot. Þetta ekki efnilegt. Og svo gefur seðlabankastjóri Evrópút viðvaranir. Ég meina, þetta ekki beinlínis gæfilegt. Ég held að Evrópa, þetta ógræðsli, hefur haft miklu víðtækari afleiðingar heldur en að nokkrum óræði fyrir. Og líka hjá okkur. Nú erum við komin í þá stöð að við þurfum að fara að borga 1,5% í eitthvað. Við vitum ekki hvað það er. Og það þarf að vera eitthvað dual use. Ég var aðstofamannur utanríkisráðherra þegar ég var að vinna í flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli. Hún var dual use. Flugstöðin sem var byggð upprunalega. Fyrsti terminalinn, hún var hernað mannvirki og borgaralegt mannvirki og Bandaríkin borguðu tölvöld mikið í henni vegna þess að þeir sögðu okkur við fáum að nota hana ef það verður stríð. Reyndar það þannig að ef það er stríð þá myndu Bandaríkin nota hvaða byggingu sem hvort þið er, það er atburðar sem getur svo hlöð, þeir eru að taka stjórn og öllu bara strax. En allavega nú er að tala um það að bara breyta ríkisfjármálum hjá okkur alveg í grundvallar atriðum og fjármálaráðherrann er að býr eftir að fá skilgreiningu hvað dual use sem búin er og svona það verður að breyta því öllu þannig að okkar þjóðfélag að breytast. NATO að veikjast og Bandaríkin ekki visskvöldu vilji vera það lengur og alls konar atburðir að gerast sem að við gátum ekki séð fyrir efnahagslegar afleiðingar og alls konar afleiðingar og svo hægir og hagvexti og ef það hægir og hagvexti í Evrópu þá erum við að flytja 70% okkar vörum inn á treystum á að senda inn ríkustu löndunum, selja þeim sem við erum að framleiða. Þannig hefum við náð virðisauka og hagvexti að við erum að selja ríkustu löndunum. Ef það hægir á þeim þá hægir líka á okkur. Þannig þetta ógræðsli er bara að hafa gríðarlegar afleiðingar og svo náttúrulega er engin endir í sjónmáli og Evrópa bara í einhverju afneitun. Og mér finnst, það sem slær mig líka, ég get skilið það á Íslandi með 400.000 manns, þá get ég alveg skilið það að þú kannski getur ekki fundið hægt fólk í alla stöður. En að sjá Evrópusambandið með 450 milljónir manna, það eru 700 milljónir sem búið í Evrópu, 450 af þeim í Evrópusambandið. Og að sjá eins og til dæmis forseta framkvæmdastjóra Evrópusambandsins sem að sagði að Úkraína, hún var í samferð Úkraína myndi vinna stríði, eða Kaja Kallas sem utanríkismálastjórinn sem talar að brjóta Rússland upp í einhverjar smáar einingar og eitthvað slíkt skilur. Þetta svo óhreinlegt og maður skilur ekki hvernig getur þetta verið. Og þegar maður hlustar á þetta fólk, þá finnst manni sumt sem Donald Trump segir bara að líta það sæmilega vel út. Þegar hann talar til dæmis, þegar hann talar að finna kompromæs, þá fyrir hann að líta sæmilega út. Ég ætla að sitja núna komu á samtal okkar, við heyrjumst fljótlega aftur. Ég þakka fyrir að taka síman. Það nú koma nótt í Bangkok, þannig að ég segi bara góða nótt til þig. Góða nótt og þakka að kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir. En við erum ekki hægt hérna við Rauðaborðið, við ætlum að halda áfram að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það ekki á hverjum degi sem feðgar sína báðir eigin myndlist í sama listhúsinu. En mér skilst að þannig hátti til fyrir norðan frá með morgundeginum að þá verði opnaðar 2 sýningar með yfirskriftum sem kannski virðast ólíkar en mögulega ekki allt sem sýnist í þeim efnum. Fáum meira vitum það núna á eftir. En þetta eru feðgarnir sem sagt Hlynur Hallsson sem nú Íslendingum að góðu kunnur eftir langan myndlistarferil og safnstjóri og pólitíkus og ég veit ekki hvað og hvað og Númi Kristínarsson, sem sagt sonur Hlyns og Kristínar. Þeir sýna í Mjólkurbúðinni
og ef allt í lagi með tæknina þá eru þeir með okkur hér á Zoom að norðan. Heyriði í mér, félagar? Já, mjög vel. Gott að heyra. Eruð þið til hamingju með þetta skemmtilega framtak að vera báðir með sýningar í sama listhúsinu á morgun? Maður kannski byrjar þetta spjall á því að spyrja hvernig kom það til? Er þetta eins og hverjunu tilviljun eða er þetta eitthvað sem þið sáðu fyrir ykkur með löngu fyrirvara? Já, ekkert mjög langur fyrirvari. Nei, ekki. Nei. Sko, ég vissi að ég myndi vera að sýna hérna í mjólkurbúðinni, sótti bara það á síðasta ári, þannig að því að það var alveg bara skipulagt og síðan datt mér bara í hug, var það ekki bara í vor? Jú, bara í apríl. Apríl, þá spurði ég núna hvort að hann vildi ekki bara vera með sína eigin sýningu, sko. Þetta er semst 2 einkasýningar. Já. Og ég spurði hvort að þú vildir vera inni í það er svona annað rými á bakvið í mjólkurbúðinni eða hvort hann vildi taka bara allan vesturvegginn. Aha. Og hann vildi það auðvitað frekar, hann vildi vera í aðal rýminu, þannig að við deilum því. Einmitt. Þú ert nú ekki gamall að árum númi, ert ekki bara 16-17 ára? Jú, ég verð 17 í október. Og hvað ert þú að gera til þess að auka þína færni sem myndlistarmaður? Ég er bara náttúrulega í námi núna í verkmenntaskólanum. Já. Og er þá öðru ári og það er bara frábært og svo er náttúrulega líka að læra og að lifa bara. Já. Listinni. Og ertu þá á listnámsbraut einhverju slíku? Já, nákvæmlega. Sko, ef ég held aðeins kastljósinu lengur á þér námi, ákvaðstu ungur að verða myndlistarmaður? Ekki neitt sérstaklega, sko. Ég hef alltaf haft áhuga á myndlist og náttúrulega verið í kringum pappa og ferðast með honum á svona myndlistarferðir hans, eins og bara oft í Þýskaland og bara heiminn. Þá náttúrulega ég var í space-inu svona. Já. Og ég hef aldrei ekkert verið að plana að vera listamaður neitt, sko, en þú veist, það hefur alltaf verið einhvers staðar í hausnum að fela sér. Já. Stundum er sagt að börn reyna að flýja forlög foreldra sinna og reyna að koma sér í aðrar áttir en þú hefur einhvern veginn sogast inn í þetta núna allavega hinn síðari ára eða hvað. Já, einmitt. Maður er nú sonur pappa síns, svo þetta er í blóðinu. Þetta er í blóðinu. Sko, þeir sem að koma á þessa sýningu á morgun, geta þeir vænst þess að sjá eitthvað sameiginlegt með ykkar verkum eða eru þetta 2 gjörólíkir heimar? Það er nú eitthvað svona sameiginlegt í þessu. Já, þetta er náttúrulega persónlegt bæði. Þetta er bæði manneskju. Mitt er að þroskast sem manneskja og hans er að elska sem manneskja. Svo það er smá tengingar á milli, enginn er núrst að þráðbegin tenging, sko. Og verkefni eru kannski svona, við fyrstu sín eru við alltaf ólík, en við erum nú báðir einhvern veginn svona að vinna með texta. Já. Og mín eru kannski svona pínu einfaldari og meira svona maleri hjá Núma, mikið málari. Já. Skelliði nú á borðið yfirskriftum þessara 2 sýninga. Hverjar eru þær? Já. Það er svolítið dramatískt nafn með mér, það er Killing Yourself to Live. Og það er fyndið með það að margir taka þig mjög illa og eða bara á vitlausum hátt nema bara til að gera allt skýrt á sýningin ekki að drepa neitt. Það er að endurskapa sig sjálfan í gegnum tíðina bara. Já, einmitt. En þú, Hlynur? Já, titillinn á minni sýningu er bara Elska þig. Og það er svona, það er svona útgangspunkturinn í verkunum, sko. Já. Sko, þú hefur náttúrulega gert garðinn frægar fyrir þín sprayverk, Hlynur. Ertu enn í því? Er sýningin byggð á því núna, eða? Já, þessi sýning er enda bara sprayverk. Ég hef oft verið, sko, að sýna bæði, þú veist, ljósmynda, texta, einhverja teikningar líka og svoleiðis, en að þessum sinni er þetta bara sprayverk. Allt sprayverk. Já. Og Númi, kallinn sagði að þetta væri meira maleri hjá þér. Geturðu lýst fyrir okkur þinni list? Ég er ennþá svona í prósessinu að finna minn stíl.
Fyrst að ég er búinn að vera ekkert rosalega lengi að gera myndlist en já, ég myndi segja að ég er oftast að mála en á þessari sýningu er ég að hafa svona mikla áherslu á textaverkum. Mér finnst það bara texti þægilegur miðill til að tjá mig en svo er náttúrulega máling hlutur af nánast öllum verkefnum. Já. Tveim aðalverkefnum þá samsagt, nema hinn tvö eru svona fljótar skissur. Já. Hvernig með, þegar þú ert svona ungur í myndlistinni, ertu að fást við olíuliti eða? Nei, ég er eiginlega bara í akríl, sko. Það er náttúrulega ódýrara og bara þotna fyrir sem ég stælt. Ég er ofta að vinna á móti tímanum og það er náttúrulega bara meira accessible fyrir mig persónulega. Sko ég hef skrifað nokkra bækur, þær skrifa ég oft í svona rispum og lotum og verð manískur og óþolandi. Ert þú sko, reynir að vinna, hvað maður að segja, hægt og þétt eftir ákveðnu skipulagi eða hvernig svona verður þetta til hjá þér? Það er oft fæ ég bara hugmyndir bara þegar ég bara lifa mínu lífi og ég skrifa það niður oftast bara í síma. Og svo kemur til að ég gleymi því eins og bara með margt sem ég hugsa og svo allt í einu er ég bara í stúdíónu eitthvað, sitar og það fæ ég hugmyndina og alltaf þegar ég fæ einhverja hugmynd og ég get gert eitthvað með hana þá fer ég bara beint í það og er ekkert að bíða eða hugsa neitt fyrir seinna eftir. Mér finnst persónulega betra að klúðra fyrst og svo laga vesenið sem maður skapaði og þá er meiri hjarta í prósessu. Það hljómar mjög vel. Þú minntist áðan á að þú hefðir ungur náttúrulega fyllt pabba þínum utan á sýningar. Myndirðu segja að þú ættir þér marga áhrifavalda nú þegar? Hvað meinarðu með því? Þá meina ég með því að hefurðu hrifist af myndlist tiltekinna einstaklinga, finnst þér að þú sért svona komin í skóla, einhvern sérstakann skóla sem aðrir hafa lagt línunar í eða áttu þér uppáhalds fyrirmyndir í myndlistarheiminu, kannski bara pabba þinn en kannski einhverjir aðrir? Ég get ekki sagt neina sérstaka, sko, en ég tek ekki eftir stílnum hjá neinum. Mér finnst það svolítið slátt að herma til stíl hjá okkur öðrum. Eins og margir gera nema ég er meira að hugsa hugafar hjá öðrum listamönnum. Hvernig þeir hugsa og fara með verkið sín og vinna verkið sín. Og þá tek ég til en listamann sem heitir Slán, hann er frá Nígeríu og vinnur í Bretlandi í London. Og líka Miles Davis, jazzleikarinn, tek aðalega frá þeim tveim. Það er meira svona hugarfar og eitthvað þannig heldur en listin sjálf. Já, ég skil. En það er væntanlega mikilvægur grunnur í því að þroskast og þróast sem myndlistarmaður að vera einmitt iðin að kynna sér hugmyndir annarra, ferðast á milli safna og helst til fjarlægra landa og svo framvegis. Þú hefur sem sagt notið þess veganæstis. Já. Mér finnst einmitt fyndið að ég er svona einn af þessum yngstu þremur börnum í fjölskyldunni sem hefur virkilega mikla áhrif á myndlistum og þoli að vera í söfnum lengi. Ef við erum að ferðast eitthvað þá er ég og pabbi hafum svona langmest áhuga á að vera í söfnum og nennum að vera í nokkra tíma og hanga bara og skoða verkið hægt og rólega. Þegar svo eru hinni krakkarnir meira svona í þeim eða þannig, út að hafa nennisvísinni. Það dettur mér í hug ein skemmtisaga að síðast þegar ég sá bróður þinn einn, þá var ég að paufast við að komast upp á tind Esjunnar og það kemur allt í einu ungur maður og hleypur fram úr mér á, ég veit ekki, bara 10-15 km hraða. Þar var komin náinn ættingi ykkar, sonur Hlyns og bróðir þinn, og hann var ekki þess líklegur, fannst mér, til þess að horfa í 3 klukkutíma í einhverjum myndlistarsal og eitthvað verk. Það var að líta sig. Hann myndi örugglega gera með sum verk, sko, eða sumar sýningar, en ég held að hann er ekki alveg típan, sko. Hann er meira svona aksjón. Einmitt. Heyrðu Hlynur, er þetta ekki svolítið hjartnæm stund að þessi sameiginlega reynsla ykkar á morgun fyrir þig? Jú, það er bara þetta mjög skemmtilegt, sko. Bara heiður fyrir mig að sýna með ungum og upprennandi myndlistamanni og
maður veit auðvitað aldrei, þú veist, með börnin manns hvað þau taka sig fyrir hendur, þau ráða þau þetta öll sjálf og ég held að Númi hef ekkert fengið neitt öðruvísi uppeldi heldur en öll hin, sko, en hann hefur samt sko, alltaf sýnt, sko, já, mjög mikinn áhuga á myndlist og svona mikill pælari líka og já, eins og það segir, sko, svona aldrei sem hann kvartar yfir því, að vera of lengi á sýningum og ég var einmitt svona pínu hissa á því, ég held að það hafi verið fyrir 2 árum út í Berlín að þá sagði Númi eitthvað, ég er að fara út og ég segi, ok, hvað er þetta að fara? Ég er að fara að kíkja í nokkur gallerí og ég bara, hæ? Af því að yfirleitt hefur viðbröðum verið sko bara ekki fleiri sýningar. Þannig að börnin eru þetta dregin mjög mikið á sýningar en það er þetta bara mjög skemmtilegt að sýna með Núma. Já, mér finnst líka svolítið falleg þessi þróun sem hefur orðið að það þótti ekki sjálfgefið þegar ég ólst upp sko að 16-17 ára krakki, unglingur, ungmenni vildi gera eitthvað með foreldrum sínum. Nei, já, kannski er það eitthvað að breytast sko, ég veit það ekki, það er eitthvað, allavega það er auðvitað, vil ég gera allt með manni, eðlilega, ég meina vilja þetta fara eigin leiðir og upplifa. En við höfum okkar stundir, ég og pabbi. Já. Algjörlega. Spila kvöld og svo fara sýningar á þetta. Já, akkurat. Þú segist vera að skrifa nei, ekki skrifa þú segist vera að fjalla með þínum spreyverkum ástina, Hlynur. Hvernig getur maður gert það með svona textaverkum? Þetta eru sko, ég líka mjög mikið vilja að pæla í þjóðerni og þess að þar og þannig að já, þessi textaverk eru dálítið mikið það. Þau eru á mismunandi tungumálum, tungumáli og þetta eru svona stuttir textar, bara elska þig Ísland eða elska þig Svíþjóð en þá á sænsku og á króatísku og svona. Þannig að þú veist, það er auðvitað líka eitthvað svona þú veist, eitthvað sem maður þarf líka að spyrja sig, já, ok, en þú veist, þjóðerniskennd, þú veist, auðvitað mikið til umræðu, en hvað er það sem maður elskar? Þú veist, er það landið, er það náttúran, er það umhverfið, er það fólkið, getur maður elskað eitthvað þó maður elski ekki allt og þú veist, þetta er svona, já, þetta er líka svona pínu ansvar við þú veist, að það sé bara, sem er orðið svona frasi, að fólk segir bara, já, ég hat þetta, en meina það kannski ekki alveg, en mér finnst eitthvað svona, já, bara fallegt að svona ávarpa þetta á þessum svona mismunandi tungumálum til mismunandi landa og ég þarf samt alveg svona að hugsa mig stundum, sko, þú veist, Love You USA, hljómar mjög skringilega á þessum tímum, sko, en það er eitthvað, þú veist, sem að það er auðvitað til dæmis svo margt við Bandaríkin sem hægt að elska, þó að það sé svona dálítið langt frá því að maður elski stjórnvöld í Bandaríkjunum eða allar, eða eitthvað svoleiðis, og já, og svo sko einmitt, en ég var einmitt að hugsa það daginn, sko, þú veist, get ég skrifað þá á hebresku líka, elska þig Ísrael, það er auðvitað, sko, líka, það er þessi átök sem það eru, en það er til hellingur af góðu fólki í Ísrael, og að stjórnvöld í Ísrael séu skelfileg, og því miður mjög, já, bara óhugnalegt, á hvaða leið þau eru, en samt er eitthvað sem maður, það er auðvitað eitthvað samt sem maður hlýtur að geta elskað, því það er líka, þú veist, það er eitthvað gott, það er eitthvað, þú veist, en það er auðvitað þetta er svona rosa togstreita, sko, því það er ekki maður líka að fara alla leið einhvern veginn, þú veist, land eins og Ísrael sem er búið til bara, af Vesturlöndum, einhvern veginn og tekið land af annarri þjóð getur maður það sagt ég elska þig Ísrael
En skiljiði rétt að sko að það sé í þessum ástarjátningum og í þessum pælinguðinu þá alltaf einhver svona pólitík, það alltaf einhver samfélagspólitík eða oft? Algjörlega, já, það verður það bara sjálfkrafa, einmitt. Þá maður einmitt að velta þessu fyrir sér, sko, þú veist, einmitt, hvað það sem maður elskar og einmitt, og þessi tökstreita, sko. En þannig það líka kannski í ástinni. Ég meina, þú veist, það alltaf eitthvað, þú veist, maður getur aldrei þú veist, elskað allt. Það alltaf eitthvað, það líka eitthvað sem hindrar mann í því eða stoppar mann af, sko. Já. Nú mér finnum maður einhverja afstöðu eða einhverja pólitík í þinni myndlist, munu þeir sem að sækja sýninguna þína á morgun finna fyrir einhverju slíku? Nei, ég myndi ekki segja það, sko. Meira bara speglun af hverjum ég sko. Ekki miklu pólitík, ég ekkert eitthvað rosa mikið að fræða pólitík. Nei. Svona. Er þetta sölusýning? Já, það flest verki til sölu, öll verkin nema eitt til sölu. Já. Og já, við erum ennþá ég er ennþá aðeins hugsa verðin á þeim. Já. En þetta mjög skemmtilegt og það var nú bara tilvílun ég datt niður og þennan viðburð eða eitthvað þetta á félagsmiðlum en ég hugsaði með mér, já, ég ætla að hringja í þessa tvo, þetta er skemmtilegt og fallegt og það er einhvern veginn allt gott við þetta. Ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið, kæru feðgar, klukkan hvað er sýningaropnun á morgun? Klukkan 5, já. Miðvikudag klukkan 5, já. Allir velkomin, eða öll velkomin. Öll velkomin. Kærar þakkir fyrir spjallið, báðir tveir, gangi ykkur vel og megi framtíð ykkar verða björt í myndlistarheiminum, ekki síst þín númi sem að þetta eru væntanlega þín fyrstu sýningaskref, eða hvað? Já, það eru þau, sko. Fyrsta engasýning. Engasýningin og mikilvægast. Mjög spennandi. Kærar þakkir og veriði blessaðir. Bestu kveðjur norður. Takk fyrir, skilu því. Bless. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, við ætlum næst að ræða hávaða. Þyrluflug og einkaflug á Reykjavíkurflugvelli hefur margfaldast samkvæmt svari innviðaráðherra við fyrirspurn Rögnu Sigurðardóttur, þingmanns Samfylkingarinnar. Hávaði truflar íbúa á mjög stóru svæði. Stærra svæði heldur en kannski fólk hefur átt að sig á. Og við höfum áður rætt hljóðmengun og hávaða, hljóðvist og fleira hér við Rauðaborðið og fengið til þess gott fagfólk þegar á meðal Ólafur Hjálmarsson, hljóðverkfræðingur og hann kominn hingað til okkar til að meðal annars bregðast við þessum upplýsingum. Vertu velkomin, Ólafur. Takk hérlega. Sko, já, ég nefndi það að samkvæmt þessum mælingum í þessu, sem koma fram í þessu svari, þá er í rauninni mengunarsvæði, hljóðmengunarsvæði, það er kannski stærra heldur en margir hafa átt að sig á. Já, sko, ég skoðaði aðeins eftir þú sendið mér línu hvað hefði verið gert á síðustu árum og mér sýnist að Isavia hafi látið kortleggja hávaðan við flugvöllin 2013 og svo núna aftur 2021. Þetta er heldur of sjaldan fyrir minn smekk. Ég benti á þegar ég kom inn að síðast að Kastrup og Gardermoen gefa út árskýrslur. Og það sem var sláandi í þessari úttekt Eblu, þessari skýrslu frá 21, var að þeir töldu að umferð hefði minnkað á því tímabili. En síðan eru náttúrulega liðin 4 ár og eins og hljóðmörk og þeirra góða fólk hefur bent á, þau eru að finna fyrir verulega auknu ónæði. Það sem að, eins og þú sjást á þessu hávaðakorti sem gefur svolítið skýra mynd, þetta eru flugferðlarnir sem eru erfiðir.
í töluverðir fjarlæg frá flugvellinum hljóðstíð í íbúðabyggð nálægt 90 decibelum þegar að flugvellin flýgur yfir. Sem rosa mikið. Sem að þú sefur ekki við þann hávaða. Og það sem að, sko, eins og hann Daði nefndi hérna og þeir voru hérna hjá þeir daginn. Já. Að það alveg ljóst að þarna eru ekki flugferðlar virtir. Þannig að það eru aðra flugleiðir og það kemur fram í skýrslu Eflu að það eru ákveðnir óvissuþættir. Og það það sem að ég sakna, það voru hérna í gamla daga, voru hljóðmælar við Reykjavíkurflugvöll. Já. Svo virðast þeir hafa verið aflagðir, en það nauðsynlegt að... Hvað skýrir það? Ég veit ekki, menn voru að tala að þarna kæmi inn truflanir eins og fuglahljóð og bílaumferð, eitthvað slíkt, en það alveg hægt að leiðrétta fyrir því og það alveg hægt að skoða skynsamlega staðsetningu á hljóðmælum. En það svo mikilvægt eins og kemur skýrsla Eflu ágætlega unnin, en það koma fram ákveðnir óvissuþættir og það því mikilvægt að mæla og það sko það líka vert að hafa í huga að flugháfaði metinn svona 2-3 sinnum meira truflandi heldur en bílaumferð með við sama hljóðstyrk. Hvers vegna það? Það vegna þess hvað hann ójafn. Hvað þetta rosalega mikill hljóðtoppur þegar flugvélin flýgur hjá. Og það, en engu að síður þrátt fyrir þetta miklu meiri truflandi áhrif eru opinberu kröfurnar í reglugerð hávaða mjög hliðstæðar fyrir bílaumferð og flugumferð, 55 decibel fyrir nýskipulag og 65 decibel fyrir starfandi flugvelli sem rosalega mikill hávaði. Og þar að auki varnagli í reglugerðinni sem að segir að sé íbúðarhús með hljóðdeyfðum loftrásum sem hleypir lofti inn á þess að hleypa hávaðanum inn, þá megi mörkin vera hærri. Þannig að það sem að erfitt í þessu og barátta þeirra hjá hljóðmörk fyrir bættir hljóðvís í Reykjavíkurflugvelli að það ekki næg vernd í reglugerðum. Nei. Af því þú minnist á þessi samtök hljóðmörk þá stóð til að það kæmi fulltrúi frá þeim en það eruðu forföll þannig að þú færð eitt sviðið í þessari umræðu í dag en mér dettur í hug kannski ómálefnaleg spurning en skrítið að manni detti í hug að þegar svona hljóðmælar eru teknir niður eins og þú nefndir gæti það hreinlega skýrst að einhverju leyti af því að Reykjavíkurflugvöllur náttúrulega bitbein þessi umferð á þessum stað misumdeild eftir tímabilum en stundum hafa verið mjög háværar raddir að það sé ekkert vit að hafa þessa starfsemi þarna og núna með þessari miklu aukningu sem hefur orðið á einkaflugi, einkaþyrluflugi og öðru flugi á sama tíma og áætlanaflugi hefur heldur minnkað. Kann að vera að það sé bara verið að reyna að finna einhverjar aðferðir til þess að láta íbúana sætta sig við þetta ástand án þess að það sé ásættanlegt. Nú skal ég ekki gera Ísafía upp neina skoðun í þessu. Ég held að þessir mælar hafi líka einhverju leyti orðið úreldir og voru ekki endurnýjaðir. Hver nákvæmlega ástæðan fyrir því að ekki hafi verið settir upp nýjir mælar veit ég ekki. En það sem að skiptir svo miklu máli, ég skoðaði þarna þessa skýrslu Eflu með flughreyfingarnar þarna 21. Þetta 21.000 hreyfingar með áætlunar og leiguflugi. 13.000 æfing á kennsluflug og snertilendingar skráðan af 14.000. Þannig að meiri hlutinn af þessum 49.000 flughreyfingum eru æfinga, kennsluflug og snertilendingar og það líka óvissa talningu á þessum snertilendingum. Þannig að eins og við var sameiginleg niðurstaða okkar þriggja síðast þegar Daði var hjá okkur að það skynsemi því núna við hugum að því að koma æfinga og kennslufluginu og einkafluginu annað. Það full rök fyrir því. Það líka eins og við nefndum síðast í ljósi lendingarhjólsins sem að flaug þarna niður á Austurvöll.
menn verða líka að fara að skoða öryggisþáttinn í þessu að vera með flugvöll svona nærri þéttri byggð. Já. Þannig að öllu samanlögðu myndi ég segja sko, skoðum virkilega alvarlega, það líka eins og við ræddum með þyrluflugið, hávaðinn í þyrlunum svo grófur og þær fljúga tiltölulega lágt og þær fljúga ekki samkvæmt skilgreindum flugferlum. Þannig að truflunarsvæði frá þyrlufluginu stærra og meira heldur en Efla hefur kortlagt þarna 21. Já, það líka sko, ég hef nú oft rætt við fólk í miðbænum þennan hávaða og sumir segja sko, sem búa á þessu hljóðmengunar svæði að það sé önnur tilfinning þegar þeir kannski rumska í svefnbrotum við það að björgunarþyrla landhelgisgæslunnar taki sig á loft og við vitum að hún að fara að bjarga einhverju mannslífum sko, með einhverju flugi eða þegar túristaflugið það kannski eldgos eða eitthvað svoleiðis og linnulaus hávaði frá þyrluflugi. Ég held að margir Íslendingar séu svona þannig innréttaðir að maður getur sagt sem svo að við fyrirgefum ama sem hlýst af hávaða ef það einhver svona neyð, björgun og áætlunarflug setjum það kannski aðeins í annan rekka heldur nefnir þetta einkaflug sem þú ert að tala um. Já, sko, þarna kemur að mjög mikilvægum punkti. Rannsóknir á líðanin íbúana kringum Frankfurt-flugvöll sem rosalega stór sýnir það að það skiptir öllu máli hvert viðhorf þitt gagnvart hávaðanum. Já. Ef þú veist eins og Daði nefndi, það íbúarnir ekki að gera athugasemdir við sjúkra og neyðarflug. Nei. En ef viðhorfið gagnvart hávaðanum jákvætt það síður líklegt til þess að fara á sálina þér. Leið og þú komið neikvæð viðhorf gagnvart hávaðanum, þá verða truflunaráhrifin miklu meiri og svefnraskanir miklu meiri. Þannig að það sem ég sakna svo í þessari umræðum Reykjavíkurflugvöll. Ég vil svo heyra í Ísafía, hvað eru þeir að hugsa? Já. Það gríðarlega þungt að fá fulltrúa Ísafía í umræðu þætti eins og þessa. Já, mér finnst það varða samfélagsábyrgð þeirra að þeir setji niður á blað og komi og ræði við ykkur eða fjölmiðla og segja hvernig staðan í dag og hvað hyggjumst við gera í framtíðinni. Og það sem gladdi mig svo hérna síðast þegar Daði var með okkur var þetta jákvæða viðhorf gagnvart landsbyggðinni og áætlunarfluginu. Það ekkert verið að krefðast þess að það fari. Nei, það að vitna í Daða hjá Hljóðmörk. Það að vitna í Daða hjá Hljóðmörk. Heldur að enga og kennsluflugið fari annað. Já. Mér finnst líka mjög áhugavert þetta sem þú ert að segja með viðhorfið. Að hvernig það svona getur haft mikið með þessi mál að segja. Ég myndi ætla að ef það verður svona mikil umferðarbreyting eins og orðið hefur núna síðustu árin með stórauknum túrisma, með þessu þyrluflugi, með auknu einkaflugi á sama tíma og við erum agndofa yfir því hvað kostar lítið að lenda og geyma einkaþotu á Reykjavíkurflugvelli í samanburði við margt annað. Að maður skildi ætla að ef viðhorfið ræður svona miklu að þá þyrftu stjórnvöld og stjórnendur fyrirtækja eða stofnana eins og Ísafía að nálgast íbúana með auðmýkt og virðingu. Ekki satt? Jú, mjög, og það sem að kannski það sem að líka kom hérna fram síðast sko að það líka nauðsynlegt að vegna nálæra leikskóla og íbúðabyggðar að þarna séu framkvæmdar mengunarmælingar. Og hérna það sem að eins og ég sagði hérna síðast sko það sem að starfsemi Reykjavíkurflugvallar kallar á að þarna hljóðstig orðið ansi hátt og truflar og álag á íbúana. Og þetta samfélagskostnaður sem að mér finnst ekki rétt að lendi á þessum íbúum heldur að við reynum að finna betri lausnir. Og það eins og áður kom fram sko það svo mikill munur á því þegar að áætlunarflugið eða einkaflugið eða litlu flugvöldar að fara hjá
að þær fljúa svo hægt þessar litlu og þetta svo langur tími sem að samræður eru truflaðar og eins og ég segi til dæmis sem kórsöngvari í Dómkirkjunni þegar að flugulinn flýgur yfir að þá heyrum við ekkert í prestinum og heyrum allir í orgelinu. Þannig að maður óskar þess að menn fara að skoða þetta fullir alvöru. Já, einmitt. DFF hefur aðeins fjallað þetta og og sko það segir þarna í frétt sem að þeir skrifuðu að eitthvað samtal hafi átt sér stað milli Isavia, innanlandsflugvalla og samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinum, skoðun og möguleikum þessu útboð aðstöðu fyrir þyrlur á jaðri höfuðborgarsvæðisins. En það liggur ekkert augljóst svar fyrir og manni finnst nú stundum með svona betrumbætur eins og þess að þessi látið hanga alveg rosalega lengi. Já, þetta er svolítið, við erum svolítið markeruð af þessu Íslendingar. Hvað við erum lélegi að skipuleggja. Við í rauninni grípum ekki til aðgerða fyrir en allt komið í hnút. Nei. Og það sem ég vona núna, það var gaman að, takk fyrir að senda mér þessa umfjöllun DFF, það var gaman að heyra að sveitarstjórnarmenn eru farnir að hugsa sér til hreyfings og ég vona að það verði sem allra fyrst. Og það sem að ég vildi líka í sambandi við þyrluflugið velta fyrir mér, sko, ég geng á fjöll og það er rosalega mikið ónæði af því þegar þyrlur koma í lágflugi yfir það sem þú átt að ganga. Og þessi fyrirtæki segja að þeir séu svo umhverfisvæn ferðaþjónusta að þeir slíti ekki vegunum. En þau eru að skerða veruleg umhverfisgæði fyrir þá sem er að njóta íslenskrar náttúru. Hefur prófað að fara upp að Glim og vera með þyrlur þar hringsólandi yfir allan daginn? Ég fór í sumar en ég slappi það. Þú slappti það? Já, ég hitt á mjög vondan þyrludag í fyrra sumar. Já, og hafði þetta ekki mikil áhrif á þig? Jú, að sjálfsögðu. Þetta skemmir algjörlega náttúruupplifun. Fór langt með að rústa ferðinni. Já, nákvæmlega. Þannig að það er mjög mörg að hyggja því að þetta er náttúrulega svo mikil bylting, þetta er svo rosalega stór breyting sem fylgir allir þessari nýju umferð. Já, og það má, að því við erum að tala svona almennt um þetta, það er líka það sem hefur komið nýtt inn eru drónarnir. Já. Og sko það sem að ég er svo þakklátur fyrir ykkur hjá Samstöðinni, Björn, er að sko orð eru til alls fyrst. Jú. Og hljóð skiptir okkur rosalega miklu máli. Já. Og hljóðstig í umhverfinu og það var góður maður sem sagði á ráðstefnu að sko hávaði í umhverfinu er að verða núna bráðum eins og reykingar voru. Sem sagt, menn eru smám saman að átta sig betur og betur á skaðseminni. Og þetta fólk í hljóðmörk og íbúar sem er að berjast fyrir bættir hljóðvist í Reykjavíkurflugvöll er ekki að gera þetta gamni sínum. Þetta er fólk sem finnur fyrir verulegu ónæði og vaxandi ónæði og það er ekki, sko, eins og ég nefndi 2013 kortlagt og svo aftur 2021 einhvað sem ætti að vera gert á hverju ári. Þannig að við séum betur með fingurinn á púlsinum. Einmitt. Sko ég nefndi áðan að þessi hávaða svæðið væri kannski stærra heldur en maður hefði ætlað. Þetta sem sagt sko hávaði einkaþota og þyrla angrar sem sagt mjög marga íbúa Hlíðanna, miðbæjar, Vesturbæjar Reykjavíkur og Kársneshverfis í Kópavogi og jafnvel er ekki allt upp talið. Þannig að sko stundum hefur maður heyrt hvað er þetta miðbæjar fólk að væla, það keypti sér fasteign vitandi það að hún væri þarna alveg kýttuð upp í Reykjavíkurflugvöll en þetta er ekkert engamál einhverja íbúa í miðbænum, þetta er ekki eitthvað 101 væl, þetta nær mjög víða. Já, sko eins og sér það á hávaðakortinu sem að Efla reiknar og Mannvit reiknaði svo þarna 2013, þá er þetta svona krossar það sem að er mestur hávaði undir flugferli.
En vandamálið með þyrlurnar að þær ekki að fljúga eftir þessum ferlum, þannig að áhrifasvæðið, vil ég meina, stærra heldur en þarna reiknað. Já. Og sko, jafnvel þó við tökum það bara sem gilt, sem að þarna kemur fram hjá Eblu 2021. Já. Sko, það eru rúmlega 2600 íbúar sem eru með hljóðstig þarna frá 55 upp í 64 decibela. Já. Og það verulegu fjöldi. Já. Sem að, sko, þarna, hvað þýðir þetta fyrir íbúa? Þetta þýðir það, þau eru konum með neikvætt við Þórgagvart Reykjavíkurflugvelli. Hljóðstigið það hátt að þetta veldur verulegri skerðing á lífsgæðum. Og við verðum að taka það alvarlega. Og gera eitthvað í málinu. Og það sko, mér finnst það í rauninni alveg borleggjandi að þyrlu og einkaflugið og kennsluflugið á að fara annað. Já. Hver ætti að leiða það vegna þess að það kemur hérna líka fram sko að í raun ber engum skylda að finna þessu þyrluflugi til dæmis annan stað. Það engin, það ekki búið að... Nei, það svolítið, ég var svolítið eftir ég heyrði frá þér, var að hugsa svolítið hvernig getur stjórnsýslan hjálpað okkur í þessu. Já. Það reglugerð frá 2005 kortlagningu hávaða og aðgerðaáætlanir. Það sem mér finnst skorta í skýrslu Eblu og fyrir skýrslu Mannvits eru aðgerðaáætlanir. Aðgerðaáætlanir, já. Og ákvæmsforræði hún. Já, sem sagt, og það náttúrulega flugrekstrarhafinn sem ábyrgur fyrir þessari vinnu, en að þarna komi fram og hefði þurft að koma fram fyrir löngu síðan áætlanir hvernig þetta létta þessu álagi af miðborginni. Og það svolítið skrítið í allri umræðunni framtíð Reykjavíkurflugvallar að þá hafi menn ekki hugsað það þetta stórt mál, við skulum reyna að gera þetta í litlum skrefum. Og við ekki fyrir löngu síðan búin að hugsa það hvernig hægt að koma betur fyrir æfinga á kennslufluginu og þyrlufluginu. Og það líka, eins og við rættum síðast, þetta ekki bara hávaðamál, þetta líka öryggismál. Já. Og það verður að segjast að sko áætlunarflugið náttúrulega með miklu meiri kröfur og miklu betra eftirlit með flugvélunum og viðhald. Ég veit ekkert hvernig háttað eftirliti með ástandi einkaflugvéla. Nei. Eins og þetta nefhjól sem lenti á Austurvelli sýnir. Já. Þannig að ég vona að menn sko fara að ræða saman. Já. Það svo mikilvægt og án fordóma, án þess að gefa sér einhverja niðurstöðu fyrir en reyna að finna einhverja góða lausnir. Já. Ég svo sem veit ekki alveg hvar einkaflug og þyrluflug best niður komið. Nei. En það verður að finna því betri stað en í þéttri byggð. Já. Við höfum kannski svona rétt í lokin, Ólafur, þakka þér fyrir að koma hérna. Ég held ég geti kallað þig bara einn af góðvinnum samstöðurinnar. Það ómetanlegt að hafa aðgengi að þinni sérþekkingu á þessu sviði. En við höfum líka aðeins einbráð því áður þegar þú komið hingað að bara hljóðvist og hávaði. Þetta sumpart olnbogabarn í íslenskri hugsun, má ekki bara segja það? Jú, sko, þegar ég kom úr framhaldsnámi frá Danmörku, 89, þá fann ég að við vorum ekki á sama stað og Norðurlandaþjóðirnar. Og ég hafði lært í Danmörku. Ég sagði, þetta tekur kannski 5 til 10 ár. Svo liðu þau árið 99 og ég sagði, þetta tekur kannski 15 til 20 ár. Og þau liðu 2009. Og enn voru ekki komin á það stað sem ég hefði óskað mér. Og þá sá ég það að í rauninni þetta viðhorf snýst ekki árafjölda, heldur að alveg upp nýja kynslóð. Og umræða eins og hér hjá ykkur á samstæðinu hljóðvis, ég mjög þakkláttur fyrir, verður vonandi til þess að opna eyru fólks fyrir því að þetta eitthvað sem að skipti máli og við eigum að hugað við heilsanir í húfi. Já. Og eins og þú sagðir áðan, orð til alls fyrst. Orð til alls fyrst, já. Heyrðu, ég ætla ekki að tefja þig lengur frá daglegum verkefnum. Ólafur Hjálmarsson, kærar þakkir fyrir komuna. Já, takk og takk fyrir að halda málinu vakandi.
Og þættinum þá lokið hjá okkur í kvöld. Ég minni á eins og við alltaf gerum að það yrði nú ekki verra ef þið sem eruð aflögufær mynduð sjá á mánaðarlegu stuðningsframlagi fyrir okkur hér á Samstöðinni. Það eru ýmsar leiðir til þess að styrkja okkur. Ein að senda póst á samstöðin.is, önnur að skrolla á heimasíðu Samstöðarinnar niður og finna hnapp sem ástendur áskrift og haka þar við hóflegt gjald mjög svo, lægsta gjaldi 2750. Og þótt þú kannski segir við sjálfa þig að því ætti ég að borga, þetta hvort þið frítt, ég get séð ykkur frítt, þá vísa ég til samfélagslegrar ábyrgðar þinnar og okkar allra. Ef allir myndu hugsa þannig, þá væri Samstöðin ekki í loftinu. Og einkareknir fjölmiðlar eiga mjög undir högg að sækja þessa dagana í þessu landi sem og annar staðar, þannig að þitt framlag skiptir máli. En þættinum lokið, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.